Komið sæl og blessuð og velkomin að Rauða borðinu, miðvikudagskvöldið 4. mars. Ég heiti Björn Þorláksson. Nú, blóðþrátt lífið á dagskrá hjá okkur í kvöld. Húmor, sorg, missir, fegurð. Ég veit ekki hvort við getum sagt allir tónar alheimsins en allmargir þeirra, í það minnsta. Að enda þáttin á því að Júlía Mæ myndlistarkona og Ari Logn, talsmanneskja rauðu regnhlífarinnar, ræða list og andof í samtali við Maríu Lilju, forvitnilegt og veikjandi spjall. Eiður Ragnarsson, Austfirðingur, segir sögu úr hversdagslífinu sem kannski, og ég ætla að segja vonandi, vísar út fyrir sig. Hann skaut skjólshúsi yfir ókunnan erlendan ferðalang og komst að því að heimurinn ekki að fara til fjandans. Ég ræði við Eið. Unnar Þór Sæmundsson, hann var vistaður á Bakkakoti við slæm skilyrði. Hann vill ekki stokka upp barnaverndarkerfið, hann vill hreinlega brenna það og byrja upp á nýtt. Allt og margar brotalamir á núverandi kerfi, segir hann í samtali sem vert að gefa gaum við Sigurjón Magnús. Og við ætlum líka að vefja saman meiri list við samfélagspólitík. Lýður Árnason læknir hefur á löngum tíma skrifað og sett upp leikrit heilsugæsluna. Og nú uppfærð og glæný uppfærsla frumsýnd í næstu viku í Tjarnarbíói og þau Rakel Björk Björnsdóttir og Elvar Logi Hannesson leikarar ræða ásamt lækninum Lýð sem leikstýrir sýningunni. Inntak verksins, gaman og alvöru í samtali við mig og innsýn Lýðs sem læknis kemur berlega í ljós í þessu verki. En við ætlum að hefja leik á því í kvöld að Flosi Þorgeirsson, sem þið kannski kannast við úr draugum fortíðar, tónlistarmaður, gítarleikari í Ham og sagnfræðingur sagnfræðingur. Hann tengdi sem sagt óþyrmilega við sögu sem sögðar hér á samstöðinni á dögunum utangarðsbarn. Og við náðum saman og hann ætlar að ræða raðáföll í æsku og listina að lifa af. Þetta verður fyrsta spjall af 3 því okkur vannst ekki tími til þess að koma því frá okkur sem okkur fannst að þyrfti að segja. En sem sagt stutt í magnað viðtal við Flosa. Áður en við förum þangað þá vil ég minna ykkur kæru hlustendur og áhorfendur á að við þykjum allan góðan stuðning frá ykkur og fáum reyndar mikla hvatningu og pepp. Best ef þið deilið efni samstöðarinnar, því efni sem að þið eru hrifin af, og minni einnig á hnappinn áskrift á vefslóðinni samstöðin.is þar sem þið getið gerst styrktaraðilar, mánaðarlegir styrktaraðilar fyrir hlægilega fjárhæð, aðeins krónur 2750. Ég ekki víst að þig muni svo mikið um það, vonandi ekki, en getur haft allt að segja það að við höldum áfram að búa hér til vandað efni fyrir þig. En örfáar auglýsingar og svo hefst skráin. Fyrir mér þá trú að sleppa tökunum og treysta. Og það rosa mikil drifkraftur í trúnni. Ég held að ef maður sér eitthvað verkefni fyrir sér og trúir því líka, þá það miklu líklegra til að verða að veruleika. Ég heiti Guðni Már Harðarson og ég trúi á minn hátt. Vantaði nýja flík, komdu í skemmtilegasta fatamarkaðinn í borginni, í Bólholti 6, fatamarkaður Vorsturnunar, opinn frá 1 til 4, laugardaga og sunnudaga. Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samstaða skilar árangri.
BSRB, afl í þágu almennings. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Ég held að eitt fyrsta podcastið sem ég hafi heillast af hér á landi hafi verið Draugar fortíðar. Nú, já, frábært. Já. Og nú 6 árum eftir að ég heyrði fyrsta þáttinn hann sestur hjá mér, ein af fyrirmyndum og hetjum segi ég bara, gítarleikarinn í ham, sakfræðingurinn og hlaðvarpstjórnandinn Flosi Þorgeirsson. Vertu velkominn. Takk fyrir. Þú varst byrjaður á þættinum. Ég var að grípa fram í því. Nei, mér finnst það flott. Hérna, alveg svo glópur. Það er í fyrsta skipti sem það gerist, sem segir mér bara að þú ert óvenjulegu maður. Já. Ég held að eiginlega allir vinir mínu myndu segja já. Við getum alveg kvittandi það, óvenjulegur, en mér finnst það að vera mikið rós. Það finnst mér líka. Óvenjulegur. Það finnst mér líka. Ég hef reynt að vera venjulegur, sko. Það tókst ekki. Nei, ég hef reynt að líka og það er eitt sem að skelfur mig mest, það er þegar ég heyri fólk tala um að langi til þess að vera það eins og venjulegt fólk. Ertu á sömu línu? Ég var þannig, sko. Var það? Já, manni var náttúrulega kennt að ef við erum með sömu skilgreininguna og venjulegt, þá fyrir mér kannski venjulega fólkið sem bara líður ágætlega í sínu eigin skinni. Í sín eigin vinnu, með sínum eigin maka og með sínum eigin börnum. Þetta fólk sem getur einhvern veginn lifað einföldu lífi, venjulega fólki. Og tekur þessu samfélagi hérna, þessari veröld bara eins og sjálfsögðum hlut. Já. Og svo funkar ég bara í þessu samfélagi. Ég hef aldrei getað tengt við þetta. Ég reyndi samt, sko. Ég hætti að drekka á sínum tíma þegar ég var ungur maður, eignaðist 2 börn og var komin í stabílt samband, fann að kaupa íbúð. Hélt einhvern veginn að þegar maður fær að gera þetta. Bara verða svona nýtur samfélagsþegn í einu íslenska samfélagi. Já. Og sem ég vil nú meina að ég hef alltaf verið, samt. En ég ætla að reyna að fara þessa venjulegu leið, bara búið til fjölskyldu, verið í fastri vinnu og ég fann bara að það breytti engum, mér leiði ekkert betur. Nei. Það var reyndar einmitt á þeim tíma, svona miðjan 10. áratuginn sem ég fer að skynja. Það er eitthvað svo djúpstætt að það sama hvað ég gerir sem kemur utanfrá. Það mun ekkert láta mig líða betur. Það er sama hvað það er. Þótt að vera heimsfræð og mikið af peningum. Finnst ég bara að hafa upplifað það svo sterkt að það myndi ekki hafa neina áhrif. Nei. Þetta er allt inn í höfðir á mér. Já. Þar þurfti að taka til. Einmitt. Sko ég held að ég sé hálf smeykur við þennan heim sem þú lýstir, að vera bara hamingjusamur, lifa venjulegu lífi og allt það, sko, af því að kannski ég þekki ekki það svo vel. Nei, nákvæmlega, sama hér. Og þú veist, maður lærir einhvern veginn eftir því sem áratugunum vindur fram að lifa með sjálfum sér. Já, það er hárrétt. Með þeim kostum og göllum sem því fylgja. Þetta er ein ástæða þess að alltaf ég hef ADHD, sko, eða ADD, og ég prófaði að vera á lyfjum, en þá missi ég eitthvað á mér, sko. Og jafnvel þótt mér líði kannski með ákveðnum hætti betur, þá bara en þetta er samt ekki alveg gamli gaurinn, þú veist, lurkum lamin, en eins og setor, díseltraktor, kemst upp brekkuna, sko. Já. Ég hef alltaf líkt sjálfum mér við, ég er nú kannski alltaf montinn, líkt sjálfum mér við, sko, Rolls Royce, sem er samt bilaður og er stundum það bilaður, hann nær bara 20 km hraða. Já. En þá er ekki dúan að merkilegt að vera Rolls Royce, sko. Það er nú skemmtilegt að við verðum með þessum hlutverkum í viðtalinu, annars vegar Rolls Royce, bilaður og svo setor, dísel. Setor er miklu, já. Ég man, það var bara sálfræðingur á sínum tíma sem sagði þetta við mig, þú ert Rolls Royce með bilaðu vel. Mér ást þetta eitthvað svo bara eins og Bubbi Mortens eða ég geti sagt þetta. Og leiðu þú lækkar röddina. Djúp svona alþýðuspeki. Já, og leiðu þú lækkar röddina með bilaðu vel, þá bara fer ég inn í drauga fortíðar og allt ykkar inn. Já, það er gott að vera. Heyrðu Flosi, við þekkjumst ekki neitt. Nei. Við vorum að hittast í fyrsta skipti fyrir 10 mínútum. Já. En mér hefur fundist þú flott fyrirmynd eins og ég nefndi í inngangnum. Ég get ekki hugsað mér betra rós, sko. Er það nokkuð? Nei. Og mér datt í hug, þótt ég þekkti þig ekki neitt, í ágúst í fyrra að senda þér skilaboð
og þar falaðist ég eftir því hvort þú væri til að koma í spjall við mig á Samstöðinni. Jú. Og þú svaraðir þessu bréfi í ágúst 2025, það kom svarbréf frá þér í síðustu viku. Já, og núna erum við í mars 2026, ég veit. Þetta kannski ástæða fyrir því að mitt motto hefur alltaf verið aldrei of seint. Nei. Alveg frá því ég heyriði þitt frábæra lag Mannakorna, aldrei of seint fyrir ást. Sem gaf mér ákveðna von. Já. Síðan þá verið röddin í en Ellen verið einhvern veginn svona goðum lík í mínum eyrum, sko, á því að barn. Elskar Mannakorn. Einmitt. Það var eina svona íslenska hljómsveitin á sínum tíma sem var ekki eitthvað hörð og svona rokkuð og punkuð, sko, sem ég gæti alltaf sætt mig við Mannakorn, sko. Það var eitthvað þar. Og þau fundu svo sannarlega sinn eigin tón. Já, nákvæmlega. Það er einmitt það sem er svo mikilvægt. Og ekki bara fyrir hljómsveitir, þetta er kannski fyrir fólk líka, sko. Já, einmitt. En já, ég hefði líklega aldrei svarað þessu fyrir en að mér langaði að senda þér einmitt hrós. Og daginn, þegar ég hafði samband við þig, var það ekki síðustu viku? Jú, held það, síðustu viku. Þakka þér fyrir að tala, það var hann Gunnar Sigurðsson, heitir hann það ekki? Jú, leikstjórinn. Já, ég var bara í bílnum að keyra og ég sat lengi bara, vildi ekki fara út úr bílnum, sko. Mér langaði að heyra meira. Já, einmitt. Og ég var eftir að hlusta á alveg lokin á þessu viðtali. En það er alltaf því ég heyri svona, einhvern maður sem talar bara hreinskiptin máta. Sitt líf og skömmin greinlega sko að búið að taka á henni, maður finnur það. Þetta finnst mér líka svo miklar fyrirmyndir. Já. Það er svo frábært að heyra þetta og svo segir þú kallar mig fyrirmynd og ég fengi svo mikið, ég hef verið nefndur núna í bókum bara út af því að ég er svona fullorðinn kallmaður sem bara er óhrættur við að segja mér líður ekkert vel. Nei. Ég held það og bara tala hluti. Þú normalíseraðir sem var... Já, það ég á alveg til að gera þetta aldrei mikið af því. Já, sko, þú normalíseraðir sem var óhefbundið á þeim tíma í draugum fortíðar. Já, ok. Að þú værir bara að díla við alls konar djöfla. Já. Og værir ófullkominn maður. Já. Og það var hressandi. Já, mitt það ég fengi þessi svör, sko. Já. Það bara heyrðu. Þetta er merkilegt, sko. En það er þetta að koma okkur eitthvað óvart. Við sjáum það nú í Alcoholics Anonymous að bara, maður er á okkur fundum, það er fólk sem þekkist ekki neitt og þetta hefur heilmikil áhrif á mann sem fólk er að segja, bara út af því að það opnar sig. Sko. Galdur. Og maður skynjar oft ef manneskjan er að opna sig eða ekki. Ég er alveg á því. Við höfum eitthvað svona eitthvað djúpa taug bara í mannskepninni og kannski sérstaklega okkur sem hefur upplifað svona áföll og upplifað það að okkur finnst við vera svikin og verðurlega sé hættuleg, fólk sé hættulegt og við erum alltaf á varðbergi. Ég hef stundum sagt þegar ég var að tala við ungt fólk sko, sem til dæmis er komin í jaðarsamtökin og svona. Passa með að nefna þau ekki aðeins svo mikið hérna. En þú ert samt ekki talsmaður þeirra þótt þú sérst að tala þetta. Og þau hafa... Ég er ekki feimin við þetta að samtökin bera á góma í samtölum. Nei, ég var ekki alveg svo upp í þessu. Anonymous, þetta... Ég veit að sumir segja að þetta sé bara tabú, sko. Ég held að segja miskilja hérna svo kvöldu erðavinnir að samtökana. Þeir sem þannig tala. Já, ok, það getur alveg verið. Ég stend á með þessu. Ég hef sagt við krakkar sem sko, og sagt við þau mörg ykkar eiga það til að þjálfa með ykkur eitthvað sem nánast bara geti kallast eitthvað superpower. En svo það að vera að koma heim og áður hún tekur í húnin og opna dyrnar að heimiliðinu sem barn, þá vita margir hvernig ástandið er inni fyrir. Finna það bara á sér eitthvað. Ég trú ekki neitt yfirnáttúrulegt sem slíkt en ég trúi mikið á heilan ég er ofsalega hrifinn af því líffæri sérstaklega þegar ég fór að taka til hérna uppi sko. Já, og tilfinningarnar og innsæið svo kallaða hvernig það er þetta er innsæið sko. Já, lærið summa af öllum fjandanum og auðvitað á maður að treysta því. Mér finnst eftir því sem ég verð eldri þá finnst mér meira og meira á þess að græða sko. Þetta, og sérstaklega þegar kemur því að skynja fals í fólki en það er náttúrulega þegar maður er 8 ára gamall og treystir engum fullorðnum það er náttúrulega eðlilegt kannski að það fara að verða til eitthvað grjóthart varnarkerfi sko, sem er allt of sterkt allt of duglega því mér líður stundum eins og Arnold Schwarzenegger í
Terminator myndunum sem byrja báðar á því að hann þarf að byrja á því að finna sér föt sko. Þegar þú kemur úr framtíðinu mátt ekki taka neitt með þér sko. Og hann lappar inn á einhvern svona rockara bar eða svona mótorhjóla bar og skannar alla og finnur strax þann sem passar honum best og segir bara við hann, ég þarf að fá fötið þín. Og mér líður stundum svona að ég lappi inn í herbyggi, ég fer strax að skanna, er eitthvað möguleg ógn hérna og ég ger þetta ekki meðvitað. Nei. Það er bara eitthvað djúpt í mér sem er alltaf á varbergi. Já, en ertu með einhverja teóriu fyrir því að hverju það kemur stundum fyrir? Auðvitað eru við sem persónuleikar kannski misnæm. Mér finnst það líklegt, sumir virðast vera með bara sitja mjög svona fast í sjálfu sér og umhverfið í hvert og eitt skipti virðist ekki hafa mjög mikil áhrif á þá, burtséð frá því í hvaða umhverfið þeir eru. En sum okkar, og þú veist, eitt frasinn er utan á liggjandi taugakerfi eða hvað maður á að kalla það, sem er sko ekki bara bölvun, það er líka mikil blessun, því að það gerir manni kleift að skapa, búa til alls konar hluti, greina alls konar hluti og allt það. En það sem ég er að reyna að segja í þessum löngu aðfararorðum er sko, veistu hvað er í gangi þegar maður hittir kannski ókunnugan einstakling og bara einhvern sem maður hittir fyrsta skipti og manni líður svo rosalega illa nálægt honum. Og maður veit ekki af hverju, það er ekki hægt að fletta þau upp í ferilskráni að hann sé barnaperri eða eitthvað, skilurðu, bara, en samt fær maður svona rosalega sko vonda orku og stundum þá bara er ég í þeim aðstæðum, ég þarf bara að hlaupa í burtu sko, bara bjarga í einn skinni sko, það er dónalegur sko. Hvað er þetta? Ég er ekki viss sem að ég hef upplifið þetta sjálfur sko. Er það ekki? Nei, ég var rosalega... ég fann hjá mér þörf voðalega fljótt til þess að horfa á ljótleikan í lífinu. Ég var bara 20 eitthvað þegar ég bankaði upp á áfengiskeðdildina í Hringbrautinni og sagði, má ég fá vinnu hérna? Ég vildi bara kynnast geðveikinni. Það hefði lengi verið það sem ég var svona hrættastur við, að missa vitið, sko. Alveg frá því ég var barn. Ég þekki það náttúrulega. Það er rosalega tilfinning að vera hrættur við að missa vit. Já, og finnst þess að þú hafir ekki stjórn á þínum raunveruleika og þínum skynjun. Já, ég held sé miklu verra en ótti við að missa lífið sjálft. Já. Ég held það. Já. Og þú nefnir nú einmitt þarna aðsamdöngin aftur. Það er oft talað sko, ef við höldum áfram þessar braut, það býður okkar geðveiki eða dauði. Það er oft sagt hérna í gamla dag, ég held að það sé búið að tóna þetta kannski, já. En ég var náttúrulega áfengiskeðdeildinni og sá þetta þar, sko. Já. Ég fór á mína fyrstu aðfundi bara sem starfsmaður sko. En þar fannst mér dálítið eins og það er skrítið að hitta manneskju sem er hryllilega illa farin af geðsjúkdómum en þú skynjar samt það er eitthvað rosalega gott í þessari mannesku og ef sko ég man eftir til dæmis sem manni með geðklofa sem er svona yndislega fallugur persónuleiki. Mér fannst hann alltaf vera svona persónuleiki hans var stattur hérna í auga fellibilsins og í kringum hann allt er þessi brjálaði fellibilur sem er bara geðsjúkdómur og það er erfitt að komast þar í gegn sko. Stundum sér maður í gegn sko, þarna er hinn raunverulegi og svo bara kemur geðvíkin aftur og þetta er eins og vera með einhvern fellibil í höfðinu nánast. Og að sama skapi finnst mér stundum hafa hitt fólk sem var svo ég veit ekki hvort að illska er til, Björn. Nei, ég veit það ekki heldur. En það vantaði eitthvað svo rosalega mikið að ég var alveg efins og ég hef ekki hitt marga svona á ævinni en mér fannst bara að það er ekkert mannlegt lengur í þessum einstaklingi. Þetta voru reyndar allt kallmenn nei, kannski ekki en ég vann á geðdeildum í Danmörku líka svona móttöku geðdeildum komu margir fíklar og ég meina ég fór reglulega í göngutúr með 2 mönnum sko, annar var axarmorðingi, það hefði drepið 2 menn og exi og hinn var sko nýðingur, barnanýðingur og fyrrum sko hermaður sem hafði alvöru reynsla sko hryllilegum stríðum frá 7. áratugum sko. Já. Og maður einhvern veginn mér finnst ég svona að læra það aldrei að reyna að líta fram hjá
maður fer svo fókusar að fljóta á þetta ljóta sko. En mér langaði að vita hvernig persónur þetta, hver þeirra saga, það hefur alltaf verið sterkt í mér. Já. Ég held að þetta aldrei lært það svona í þessu geðbatteri að það bara ekki hægt að dæma mikið. Nei. Og svona frekar gefin fyrir það að hampa ljósinu en skuggunum. Finnst þið það? Hljómaði þannig? Já. Það rosalega gott, það alveg nýtt. Ég get sættir það. En ég að reyna það. Já. Og mér finnst svona, því meira sem ég að vinna í sjálfum mér, þá opnast fyrir tilfinningar og mér finnst ég finna meira fyrir hjartanu, sko. Já, mjög gott. Þegar það barst svarbréf frá þér í mars 2026 við bréfi sem ég hafði skrifað þér í ágúst 25 þá svaraðiru að eins og þú nefndir að viðtalið við Gunnar Sigurðsson leikstjóra hefði haft áhrif á þig og þú sagðir að þú hefðir tengt við það, vægt til orða tekið. Þá kannski hefjum við bara viðtalið með formlegum hætti. Já, hvers vegna tengdir þau? Því að þarna var maður sem var greinilega komin í einhverja tengingu við barnið í sjálfu sér, sem hafði greinilega orðið fyrir einhverjum áföllum sem hefði mátt taka betur á sínum tíma. Hann hljómaði eins og þannig maður í mínum eyrum. Og maður sem hefði sko upplifað rosalega skömm en veit kannski ekki af hverju hún og mörg okkar við upplifum það líka, okkur finnst þið vera bara eins og ég var að segja kannski áðan, það var tekið upp alveg örglega, við vorum þegar ég var að tala ég reyndi að vera venjulegum maður. Já. Og komst að því þetta ekkert að þessu lét mér líða betur. Það var náttúrulega hræðileg tilfinning sko. Að því ég var nú bara einmitt að hlusta á Smashing Pumpkins í gær, þá bara mundi ég eftir því þegar sú plata kom út, Melancholy and the Infinite Sadness og heyrði lagið Bullet with Butterfly Wings og skiljið þeir sem skilja en þar kemur þessi lína, þetta svona rólegt lag byrjar og svo kemur þessi óbóðslík millikafli, þar sem hann öskrar Despite all my rage I'm still just a rat in a cage. Þáttur hvað ég þessi óbóðslega reiði og ég bara rottaði í búri. Það var dálítið tilfinningin sem ég fann, það eitthvað ósýnlegt búr hérna. Ég inn í einhverju fangilsi sem bara inn í mér einhvern veginn. Og ég veit ekki hvað þetta ég veit ekki hvernig mér langar út úr þessu. Þetta var fyrir 30 ára síðan. Ég er ennþá að leita dyrunum sko. Ertu tilbúin að fara í gegna hvað það var í bernskunni, uppvöxtinum, heimilisaðstæðum, sjálfum þér og umhverfinu sem að var við að glíma? Já. Og það alveg hætt á því samt sko að ef ég fyrir að tala þetta, að ég verði kannski ekki missa þráðinu að hoppa úr einu í annað, því að þetta snýst áföll í barnæsku og mér finnst núna eftir að hafa verið í mjög harðri sko sálfræði meðferð bara síðan það ástæði fyrir því ég svaraði þér ekki hérna í ágúst sko. Þá var ég bara leiðin í svakalega kulnun sem bara eitt ótrúlegasta fyrirbæri sem ég hef upplifað á æðinni sko. Við skulum ræða það á eftir. Já, það guð mig góður, það hróðalegt. Það eitt að ég fáa sem ég þekki ekki í þessu seti. Nei, þú ert ekkert kennast því, en getur tekið eitthvað slæmt þunglindiskast og margfaldað bara með 100 eitthvað. En hvað var það í rótunum? Ég myndi þá segja sko, ég man ekkert mikið eftir ævi minni fyrir 8 ára aldur. En það svona flest allt ágætt sko. Og ef ekki allt bara. Og ég á hálfsystkini sem eru miklu eldri en ég, en þau hafa alltaf reynt að halda góðu sambandi við mig. Og það, ég verð nú að vera með þakklátur fyrir það. Það skipti virkilega miklu máli sko. Og ég sem sagt upplifði það að faðir minn vann hjá Vegagerðinu, hann tók mig oft með sér sko í túra út á land. Og ég hef oft velti fyrir mér okkur hann var að gera það, hvort það geti verið að hann hafi bara ekki treyst móður minni sko. Það átti nú alveg eftir að sýna sig að það var kannski ástæða til að vantreysta henni sko. En ég veit ekki alveg hvernig hún var fyrir þetta áfall. Hún verður líka fyrir rosalegu áfalli. Ég persónlega held að hún hafi orðið fyrir áfallum áður í barnæsku. Mér finnst hún hafa öll einkenni svona áfalla mannesku. Veistu hvernig áfall?
Það viltu ekki tala um það? Ég veit það ekki. Nei. En það þá eitthvað einhvers konar ofbeldi heima fyrir. Og nei, ég veit það ekki, en það kæmi mér ekki óvart eða kynferðislegt, sko. Það er hræðilegt að segja það, en því að nú þetta manneskja sem beitti mig ofbeldi, sko, og en hún reyndi samt, sko, og ég er ekki kala til hennar. Mér fannst hún skemmtileg í raun þegar ég kynntist henni. Hvenær svo ég byrja á byrjunni, 14. ágúst 76, þá deyr faðir minn í slysi, bara rétt hjá Ólafsvík, þar sem hann var að búa til veg fyrir okkur sem keyrum landið okkar hjá vegagerðinni, og ég var með honum þarna. Og þetta var ægilega dramatískt. Ég var með honum, sko, þetta var náttúrulega örugglega bannað í dag, að við erum með 8 ára gamlan son sinn í svona hjólaskóflu, og ég hef alltaf til síðan elskað svona stórar vinnuvélar, bara verið í þessu kraftmikla tæki með pappa sínum, og ég þurfti að tróða mér dálítið svona bakvið sætið, sko. Mér finnst þetta samt gaman, ég var með honum hann, og svo stoppar hann og segir, nú ferð þú bara með strákunum í skálana og ég þarf aðeins að klára svo kem ég bara á eftir. Þetta var síðasta sem ég heyrði frá hann, og síðasta skipti sem ég sá hann. Þá leiti við og hann svona veifaði og brosti, og ég hef aldrei séð hann síðan og mun aldrei sjá hann síðan. En brosið var það síðasta sem að... Það er nefnilega gott. Það er gott hjá þeir að fókusa það, því að það er svo algengt hjá okkur að við fókusurum svo á þetta neikvæða, og við eigum náttúrulega að gera það, en það er alltaf það eru alveg hlutir sem þetta hefði getur verið verra. Já, þessi haldreipi, hann hefði sparkað í mig, drullaði að farið það með strákunum þetta, strákgerpi, það væri vond minning. Já, Litla-Hraun bara. Já, umskrift. Já. Eitthvað svona, þannig að ég átti góðan föður, sko. Það er alveg, og það er líka bara mjög gott, það er engin spurning, ég veit það, og ég fann það bara sem barn, sko. Minningarnar eru allar góðar. En svo seinna meir þá kemur einn af starfsmannunum og segir mér að pabbi minn hafi meiðstæðis, hann verði aðeins seinna. Ég held að þá þegar ég skoða þessa minningu dálítið, sem ég er búin að fara mikið í gegnum hana, meira sem í svona EMDR-terapíu, sko, og hann náttúrulega örugglega vissi að þetta var miklu alvarlegra heldur en hann hefur aðeins meiðist. Hann var, sko, varla með lífsmarki þá, því að hjólaskóflan sem hann var á, vegurinn gefur sig, og hún steypist niður brekku, og hann inn í henni, og ekki með hjálm eða neitt eins og þetta var á 1976. Þannig að bara höfuðmeiðslin verða slík, hann kemst aldrei til meðutundar, sko. Og náttúrulega, þetta getur ekki verið leyfilegt í dag, og þá þurfa starfsmennirnir að díla við það, þarna er 8 ára sonur. Ég ofta velti fyrir mér hvort að þeir hafi bara, hvort að einhver einn hafi bóðið sér fram, sko, til þess að bara segja þetta við mig. En ég held samt að ég hefði alveg skynjað að það er eitthvað voðalegt að. Mér finnst það ég horfið tilbaka. Og svo miðan óttin er vakin, og þá er stóri bróðir minn, hálfbróðir minn, sem ég hefði nú ekkert haft mikil samskipti við, en leit mig upp til samt, sko. Og það var gott að heyra þarna rödd sem ég kannaðist við. Það var hann allt í einu mættur. Að ná í mig, sko, og minningin er miðjan ótt að fara út í eitthvað bíl og bara sitja með honum í aftursætinu, bara alla leiðina til Reykjavíkur, sem var þá miklu lengri akstur, sko, 1976 heldur en það er í dag. Já. Þetta gátt alveg verið að minnst 5 tímar. Eins og vegirnir voru þá, og bara engin brú yfir Borgarfjörð eða göngundu Hvalfjörð. Mamma mín verður náttúrulega fyrir rosalega áfalli líka, en það var pabbi alveg svona dálítið mikið akkeri fyrir okkur bæði, sko. Ægilega svona jafnaðar geð, en hún var ekki að höndla þetta. Ég óskaði þess oft þegar ég var barn, sko, að hún hefði dáið, en ekki hann. Og ég skammast mér ekki lengur fyrir að segja þetta, af því að þetta gengur alveg upp, að barn skuli hafa hugsað svona, því að hún reyndi, en hún var ekki að ráða við þetta, og það kemur stundum einmitt, það er algengt finnst mér hjá fólki sem er upplegað ofbeldi með tráma, sem bara gengur með tráma í sér, sem er bara sár á sálinni, sem er alltaf að láta okkur vita því að það er og minningar sem verða kyrfilega fastar, sko, á vitlausum staði í höfðinu okkur.
það ennþá fast í þeim hluta heilans sem sér sko að taka ákvörðunina á ég að flýja eða berjast og svona þeim hluta heilans það sem við mikið af tilfinningum og þar eru ennþá þessar minningar og þær eru ennþá öskara bara þetta, og segja að þetta ennþá í gildi ógnin ennþá til staðar og við verðum að passa okkur og það eiginlega trámað fyrir mér að missa föður sinn Halldór Laxness sagði það besta í heiminum næst áttu því að missa móður sín eða eitthvað sagði hann í Paradísarheimtið Brekkuhústasannál sem paradox samt já þetta eftir Halldór Laxness já. En við erum alltaf rosalega traumatíseruð þjóð Guðmund Almáttugur já, Guðmund Almáttugur heldur við þurr það má bara líta á þessa eyju sem eitthvað foreldri sem er ekki treystandi nei, sem kom bara eldgos upp úr jörðinni eða ís sem lokar landinu saga harðinda hamfara og áfalla já, það er bara saga Íslands og þetta var bara daglegt brauð þetta var einu svona umræðefni þau vorum krakkar þetta var ekki umræðefni nei. bara áfram veginn og segjum sem minnst höldum bara áfram ég var í bíl daginn, ég fór norður að spila og ég var settur í framsætið og ég var með app sem heitir Kringum sem er mjög skemmtilegt og þá ert að keyra á veginum og þú getur séð hvað hefur gerst, hvaða sögur eru í kringum það svæði sem þú ert nálægt og í Öxnadal þá keyrðum við fram hjá bæ með minnar hvað hétt einhverjum undarlegu heiti ég þori ekki að reyna að muna það en bæir sem örugglega ekki ennþá til það er náttúrulega ægilega mörg eyðibýli og sérstaklega í Öxnadalum eru merkilega mörg eyðibýli en ég held að það heiti Féeggsstaðir ég held það kannast nú ekki við það en þetta er bara svo heillandi heiti íslensku örnefni eru alveg einstök en þar hafði á seint á 18. öld þar hafði fæðst þríburar allt stelpur og þetta þótti svona tíðindi þannig að þess er ennþá minnst en kannski ekki síst fyrir þar sækir að þegar kom að því að skýra þær þá fengu þær alla sama nafnið Guðrún það var bara í lagi þetta var bara algengt já okay. því að afföllin af börnum voru slík en þá hélt maður og eignaðist 3 börn fólk var bara sannfært það mjög líklega allavega eitt er að mun deyja bara ungt og líklega 2 ef ekki öll og hvernig fór fyrir þessum þær komast nú víst ágætlega á legg en 3 tvíburar þetta er stórmerkilegt þetta finnst mér þetta er aldrei svona ég sagði Íslands en ég sem sagt svo byrjar eiginlega rétt að tráma á að halda áfram að og ég var búin að skrifa hans niður á síman svo ég myndi muna þetta þannig að ég er ekki á netinu bara láta vita því en svo tekur við að móðir mín er ekki að höndla þetta og hún er náttúrulega í óbóðslegu áfalli líka og ég á hálfsystkini sem samt eru líka með sína eigin fjölskyldu og bú ekki á landinu öll þannig að en þau reyndu að hafa áhrif og gerðu það vissulega en það hefði mátt vera miklu meira en á þessum tímalega 76 þá bara er einhver sálfræðingur það er engin sálfræðistofa í Reykjavík held ég og sálfræði var ennþá þá dálítið litið niður á þá grein og bara svona í fræðarsamfélaginu þá var þetta mjög nýtt upp í háskóla þetta var ennþá svo kallað kerlingarfag sem er eiginlega alltaf þegar kemur eitthvað nýtt fag sem á endanum verður bara virt fræðigrein en það er mjög algengt að það sé bara kallað eitthvað kerlingarfag í byrjun þetta hefur gert við þjóðfræði örgulega sagnfræði líka það var ekki byrjað að gera sagnfræði í Háskóla Íslands fyrir bara á 7. áratökum Íslendingar eru bara lögfræðingar eða prestar ekkert þar á milli góðir embættismenn en hún sem sagt stundum átti það til og móður mín að trillast úr reiði og eitthvað tókst mér að tryggera það en því lítið baka þá var þetta ekki eðlilegt það var bara til dæmis við fórum til einhverja sálfræðinga eða sálfræði nema, ég veit það ekki ég var bara 9 ára gamall eða eitthvað svoleiðis og ég man eftir því að tala við þau minningunni er þetta bara já þau virkuðu á mig sem gott fólk líklega bara einhverju krakkar en þau gerðu þau mistök að vera með mig og móður mína saman að taka viðtöl við mig og eitt skiptið þau komum heim þá ræðst hún á mig
vegna þess að þú sagðir ég sagði eitthvað, ég veit ekki ennþá hvað það var en hún var að skamma mig fyrir það ég hefði sagt eitthvað sem henni fannst að ég kom illa við hana já, þá kom bara allt í nú svona út bara sko upp úr þurru úr heiðskýru lofti kemur bara löðrungur og öskur og læti þetta er alveg þetta er versta sem hún gerir barni einhvern veginn að sko það veit ekki eins og hvað það hefur brotið af sér Nei, og þú varst búin að missa föðurinn þannig já. Þannig að það er bara ein manneski eftir og það er þessi já, sem ég er með bara alla daga þannig ég náttúrulega gat ekki treyst henni og hún náttúrulega bara er í ykkur þannig ástandi og hún fer voðalega mikið út á djammið og ég er voðalega mikið einn og stundum kom ein vinkona hennar að sem leita eftir mér en oft var ég bara einn sko. Og ég fer að læra það mjög fljótt að verða bara einn þetta er náttúrulega samt vanræksla ég veit það núna, þetta er ekkert annað og ég þjálfa með mér rosalega mikla hræddu myrkrið fælni og máður mín er ofsalega kaþólsk og var ofta að kalla á í kaþólska dýlinga og tala og þannig að ég læri að vera rosalega hræddu við djöfulinn það var mín kenninga þegar ég séð í Exorcist þegar ég 12 ára gamall þegar ég var svo óbóðslega hræddur og ennþá er þetta mynd sem ég get ekki hort á ég veit af hverju það er núna já, hún er svakaleg já, en það líttu á sko fólkið í myndinni, þetta eru mæðgur aðalega, 12 ára gömul stelpa og móðurinn er góð við dóttur sína og hún er það er alveg ástæði fyrir því ég tek mikið músík og kvikmyndir og bókmyndir oft þegar ég er að tala ég kem kannski aðeins að því seinna en þetta þrennt bjargaði lífið mínu það er bara þannig, já, það er búin að segja það er bara eins og einfald ástæðan sko. ekki væri bókmyndir, kvikmyndir, tónlist þá hefði ég bara líklega bundið enda á þetta 10 ára gamall ég er bara svo samfærður það Þú þurftir að nýta alla flótta leiðirnar sem voru í boði já. Þegar þú finnur það sko að þú getur ekki hengt öryggiskrókiðinni eða línuna inn í neitt fullorðin þá finnur maður bara eitthvað fólk sem er kannski ekki til staðar en ég fór aldrei bara að finna tónlistarfólk, leikara ég fór bara ákvað bara að taka Clint Eastwood mér til fyrirmynd alltaf dæmis Átturðu gítar? Susi Quadro eða eitthvað svona bara Var hljóðfæri á heimilinu? Nei, það var það reyndar ekki en ég get alveg þakka mömmu minni fyrir það hún stóð alltaf baki mér hvað var það tónlist sko. Keypti handan mér kassagítar þegar ég var bara 13 ára og svo bassagítar þegar ég var 15 ára hún var alltaf mjög hrifin af þessu og ég skildi af því að hún hafði náttúrulega líka reynslu af þessu að nota tónlist og dans sérstaklega, dansin var hennar flótaleið sko. Ég er nefnilega svo hrifin af þessu að þú ert að nefna bæði kosti mömmuðinnar og mein bara í sömu málskrein og að skipta þessu ekki alltaf bara heiminn eða hel sko að lífið er bara rosalega flókið og oft er það bara bæði það besta í einhverjum og það versta Já, mér finnst stundum með svo sko heil okkar sig of flókin fyrir mannshugan eða öfugt bara, það er einum og mikið þetta er vesen í heilanum á okkur áhugaverð pæling við erum náttúrulega mjög glænýtt dýr á jörðinni sko. Við erum aðeins verið hérna í ég veit ekki, 500.000 ár kannski eða eitthvað og náðu ansi langt verði að segja, en það eru dýr hérna eins og ákveðna tegundir af kröbbum sem hafa verið eins í 30 miljón ára Grænlandshákarlinn sem er nú eiginlega bara fullkomnari verið en við sem verður 500 ára gamall eitthvað hann er náttúrulega búin að vera hérna í marga miljónir ára við erum nýkomin þannig að kannski erum við bara eins og þróast við erum nýkomin og taugafrumur okkar hafa vist breyst bara núna síðustu árin út af þessari nýju tækni út af símanum og sítengingun og öllu því þannig að til marks upplausnuna í rauninni sem er hjá okkur sko. Við þurfum að elta bara tæknibreytingar með því að breyta taugafrumunum okkar en það er annað sem ég var að hugsa áðan þegar þú ert að koma þess inn í þetta sko, það er að nógu slæmt hlýtur að vera þegar maður er í svona vondum aðstæðum búin að missa pappa sinn og maður á móður sem maður getur ekki treyst ekki 24/7 að og beitir maður ofbeldi nógu slæmt er til dæmis dettur mér í hug að lifa í guðlausri veröld að geta ekki halla sér að trú bæn einhverju von sem felst í bæninni trúnni en að vera svo með djöfulinn sko
Við höfum sæst, Sem ég og djöfullinn, auka við höfum ógn. takað það fram. Já, En þessi mynd Exorcist, þarna ertu með sko, þessa maðgur, það er allt fínt, en það vantar eitt. Það vantar eitt í þessa mynd. Hjá þeim, maðgunum. Það er engin faðir. Hann sést aldrei í myndinni. Það heyrist ekki einu svona í honum. Við sjáum bara móðurinn að tala við hann á afmælistegi dótturinnar og hún er öskra og skamma hann fyrir að hafa ekki samband. Og þetta náttúrulega, þetta hræddi mig svo brjálæðislega. Að því þarna hræðslan það að missa tökin á minni eigin persónu var alveg orðið sterk bara strax yfir 10 ára gamall. já. Og hvað þá 12 ára því ég sé þessa mynd sko. Hún er eiginlega að segja það bara fjölskylda það sem vantar föðurinn, það enda með skelfingu. Það myndi var eiginlega að segja það við mig sko. Og hún er náttúrulega að taka á þessum tíma, hún kemur 73 þar sem er aukinn sem kvenréttindabarátta og samfélagið er að breytast, konur að fara að vinna meira úti sko. Þannig að hún spilar daldið á þessa hræðslu fólks, en það sló hún svakalega í gegn á sínum tíma. Ég þarf að sjá hana núna aftur í ljósi þess sem þú voruð að segja. Já, þetta er alveg áhuga. Ég held ég þú að horfa á hana í dag. Ég og erist með að horfa á hana ennþá aðleit sko. Já, ég trúi því alveg. Já. En hver er saga sko þinna ertu með einhverja geðsjúkdóma? Já, ég hef verið greindur með þunglindi sko, alveg svona þetta sem kallast moderate to severe depression, svo kallað óindi, svona sem er á sín tíma var það náttúrulega mjög hættulegt. Þá var ég bara með endalausar sjálfsmorðs og dauðahugsanir og var í alvöru sjálfsmorðshættu sko, og reyndi það einu sinni, ég var bara sem betur fyrir fullur sko. Hvaða ári erum við að tala um hana? Sem ég reyndi þetta? Já, og þetta þunglindistímabil þegar þú ert svona djúpt. Því mann eftir mér svo sem sko. Er það? Já. Og Þetta er alltaf svaka ströggl. Já, þetta er það nefnilega. Og það hefði ágætt líka ef ykkur hefði kannski svona tekið, svona sagt, þetta er líf þitt hefur verið svona óvenju erfitt frá sig. Bara, það er alveg eðlilegt að því að líði stundum illa. Já. Og það sem þú eru upplifað, þetta er rétt að byrja sko. Og þá hefði hann Ólafur Geðlæknir sem ég gerði þætti með daginn og nokkra, hann hefði sagt ekki gleyma því að þú varst í miklum lífsháska og þú vannst hetjudáð með því að komast upp. Já, þetta er ég dálítið að gera núna með þerapistunum mínum. Það tók þerapistan langan tíma til þess að fá mig til þess að hætta að verja móður mína. Já. Og ég held ég sé komin á þann stað núna að ég get bara talað um hana hlutlaust af því að ég hef meiri samúð með henni, hún brást sko, við skulum hafa það alveg á hreinu og hún var fullorðni einstaklingurinn og ábyrðin er hennar, ekki barsins, ábyrðin var aldrei mín, en það getur að vera svo margar ástæði fyrir því að ég get alveg trúað í hennar aðstæðum hefði ég brugðist, ég ætla ekkert að vera að mála hana sem eitthvað djöful, stundum er svona tráma, svona áfallasaga og svona það sem við köllum stundum geðsjúkdóma í ættum, þetta bara endurtekur sig, kynslóð eftir kynslóð. Þeir sem misnota börnin sín búa til fólk sem misnotar sín börn og fólk sem verður fyrir rosalum áföllum hefur kannski ekki alveg þau verkfæri sem þarf til að ala börnin sín, hvað við að segja, svona innan gæsaleppa rétt upp og gera alvarleg mistök og skammast sín og þetta bara vindur upp á sig. Ég upplifi þetta dálítið þannig. Já, ég held að þess vegna finnst mér þetta svo mikilvægt. Upp á borð, tala um þetta. Já, sammála. Já. Algjörlega frábært. Og ég held að það séu allir vísindamenn sammála um það að áföll erfast bara í gegnum DNA. Það er bara búið að sýna fram á það að arfberarnir, þeir bara mjög alvarlega áföll, þau leita í næstu kynslóðir. Já, þetta er ennþá kenningar held ég. Er það? Ég verð að spyrja einhverja fræðimenn hérna á þessu sviði og ég held að það sé að verða óumdeilt sko. Ég skal alveg bara samþykja það. Mér finnst alveg magnað að heyra það. Ég held að þetta væru ennþá bara svona kenningar. Ég þurfi ekki alveg að lofa því. Nei, en það er náttúrulega magnað. Það er rosalegt sko. En það segir okkur að þetta, ég veit ekki, þetta kerfi í okkur sem er að reyna að díla við þessi áföll, þetta er eitthvað gamalt
og mér finnst þetta bara heillandi pæling eins og því fór í þessa EMDR-terapíu sem ég held að væri eitthvað mjög mikið. Þetta ekkert flókið. Það ekki eins og verið að tala við þig. Þú ert að tala, þú ert að rifja upp hluti og leiðist að horfa á fingur sálfræðingsins sem hreyfir fingurna bara svona. Þetta bara svo pendúll og það eins og verði þetta eins og með dáleiðslu eins og verði eitthvað breyting hérna og heilin fyrir að endurraða þessari minningu en svo bara svona losnaði hana hún er kyrfilega greift á rangan stað í heil okkar, í minninu en svo heilin fyrir að fara með hana þar sem minningar eiga að vera því að þú getur kannski haft minningu sem var rosalega á sínum tíma Björn, 10 ára, rífast við eitthvað fullorðin eða bróður þinn eða systir veit ég, rífast við eitthvað það var rosa drama á sínum tíma, það var rosa emotions og bara, hún svo mikið fóviti og svona sko. Og þetta var mjög alvarlegt mál kannski á sínum tíma eða þú sem úlingur þetta rífa við eitthvað, svo líður tíminn og minningin prósesseruð, bæði af þér og hinum og þá getið þið dálítið hlegið þessu bara, manstu þegar þú sagði þetta við mig og stormaður og dyr og þetta bara þetta dramað farið. Ég hef rekið mig á þessu í sögunni að maður tekur mjög viðkvæman atburð langt aftur í tíman sem hefur valdið manni mjög miklu miska og skaða og maður kemst á þann stað, kannski við annan mann sem mögulega hlutað eigandi líka einhverju leyti, að ræða viðburðin og hlæja að honum. Ef maður kemst á þann stað að hlæja að honum, þá ertu búin að kveða niður drauginn. Þá glámur úr sögunni, ef þú nærð þessum þroska. En það getur verið rosalegt ferðalag að komast á þannig stað, sko. Ég held það örugglega. Já, en galdur samræðunar og umræðunar og allt þetta náttúrulega og þessi menningarbreyting að við séum farin að þora að ræða þessi mál einmitt sko kallar á okkar aldri og svona það auðvitað löngu tímabært, við getum orðað þannig. Já, ég velti fyrir mér sko, við höfum samt tendens til þess að líta tilbaka og hugsa að fólk var svo lokað hérna áður fyrr. Ég var að lesa dagbók eftir að því ég svo hrifinn af vesturförunum, sko ég nú sagnfræðingur. Þannig að það alltaf heilinni líka alltaf leitað einhverju til að hafa áhuga á. Það annað. Þetta ekki sérfræðingur í Þorskastríðinu? Ég finnst nú ansið mikil upphefð ef ég orðin sérfræðingur í því, en ég veit mikið það. Það alveg. Það engin spurning sko. Ég hef komið það var til hans Sigurjóns Egilssonar sem nú stundum ég kom einhver tíma til hans fyrir ykkur ára síðan og ræddum Þorskastríð og manna reynda núna að það hefur gert tilraun til að fá mig hingað til að tala Þorskastríð og kannski gerið það einhver tíma en það var eitthvað svona undanfærin ár hefði bara verið gífurlega upptökin af að bara lesa minn eigin heila sko. En ég var sem sagt að lesa dagbók eftir konu sem hétt bara Mary Thompson og hún fættist í Maine í Bandaríkjunum árið 1811 og eins og svo margir á þessum tíma þá bara það vest, sko, austurströndin bara það mikið fólki mikið fólki sem að koma frá Evrópu og hvaðan æfa en í vestri eru lendur sem eru bara ókannaðar og á þessum tíma 1811 það bjó nánast enginn bara í Texas sko. Enginn hvítur maður mjög fáir, örfáir þannig að það stór hluti Bandaríkjanna bara ókannaður og sko ekki búið að nema það land þetta hið villta vestur sko. Og hún fer vestur og svo gaman að lesa að því að kvikmyndir eru náttúrulega svo mikið það eru bíómyndir sko. En að lesa það sem alvöru fólk skrifar þá kemur til dæmis ljós þegar maður les sögur þessar vesturfara langflestir svo kallar indjánar frumbyggjar Norður-Ameríku voru ekkit sérstaklega illilegir eða grimmir eða ofbeldisfullir gagnvart hvítum og mjög oft voru sér samskipti jákvæð bara verslun og hún nefnir til dæmis frumbyggjar sem hún hrifin að þeirra lækninga aðferðum sko. Að hita steina og setja svona inn í teppi sem bundið þig, hún ólétt á einu tíma þegar 1844 þá hún ólétt sko, og hún talað um það hvað þetta sé frábært þessi lækningar hefð frumbyggjana en hún talar og það til dæmis segir hún
daginn árið 1844 sko. Hún vaknar klukkan 5, hún byrjar náttúrulega því að baka 6 brauðhleifa, taka til og bæta föt og svona líður dagurinn það sem hún er að gera heilmikið og klukkan 9 þá fæðir hún sveinbarn. Ég trúði þess ekki að vera að lesa, þetta getur ekki verið satt. Svo hélt ég áfram að lesa, hún eitthvað sveinbarn hana. Já, ég hef lesið íslenskar konur í bókum eftir Kristmann Guðmundsson sem eru svolítið svona líka. Að það var kannski ein stund sem það áttu allan sólarhringinn, einhverjar 5 mínútur með kaffibolla, annars var þetta bara 20 klukkstundar vinnudagur og meðan kallarnir fengu pásu á milli verka sko. Já. En sko, það er eitt sem ég fann að gera mig grein fyrir núna hérna. Ég ætla að klára að segja bara það sem hún skrifar einu sinni dagbókina. Já. Það eru bara 3 orð. Eða 2 ef hún hefur skrifað þetta á íslensku. Hún segir bara hérna feel lonely, depressed. Já, ég finn fyrir einmannleika og ég þunglind. Það er eina sem hún skrifar í dagbókina sem passar náttúrulega mjög vel, bara að skrifa. Það er bara eins og þessi lóð föst við hendina á þér. Já. Þegar þú ert með þunglindi, það er eins og sett með 300 kíló á bakpoka, þannig virkar þunglindi. Það er svo líkamlegt oft. Hún gerði hvað hún gat til þess að opna á það með. Já, hún er alltaf kona, en svo heyrir maður frá 19. öld karlmenn voru oft héldust í hendur, kyrstust meira og svona ég velti fyrir mér hvort að þessi óbóðslega þöggun og þessi stálhlemmur sem virðist bara karlmennum virðist að vera skipað að setja á tilfinningar mér finnst það vera mikið svona eftir fyrir og seinni heimsstyrjöld þá fer að koma þetta ofsalega maskúlín fígurur og ég tala ekki með bíómyndunum þegar þær virkilega fara að ná flugi sem á 7. áratögnum til dæmis 50 og eitthvað þá fyrir að fá svo óbóðslega ýkta og svona brenglaða karlmanns ímynd sem ég ekkert viss að sé bara hinn rétta karlmanns ímynd ef ég bara verður heiskilin sem sakfræðingur ég held að karlmenn hafi í gennum tíðina oft verið miklu mýgri heldur en þessi og karlmenn máttu á 19. öld þá var náttúrulega á 19. öld var karlaliturinn rauður og kvennaliturinn var bláar svo snýst þetta við á 20. öld en þarna á 19. öld að því að karlmenn máttu vera þeir máttu semja ljóð og vera alveg finna fyrir hjartans köllun og þeir máttu halda framhjá og bara elta bara tilfinningarnar og semja ægilega leikrit sem hún fulla tilfinningum en konur áttu að vera þessi blái liturinn er kaldur og hann er kyrr þetta er svona statískur litur þannig áttu konur að vera segi ekki mikið og bara svona en svo breytist þetta bara alveg öfugt bara karlmenn eiga að vera bláir segi ekki neitt, bara ofsalega stóískir en konum er allt í að verða rosa móðursjúkar sem er mjög gott ég held að það sé betra að við fáum tækifæri til þess að verða smá móðursjúk það er einhver ástæða fyrir hysteríunni okkar og þunglindi og vanlíðan hugmyndir Evrópubúa dauðan byggðar á öllum mannfórnunum í seinni heimsstyrjöldinni breyttu mjög miklu fyrsta lagi bara fysiskt hvað var þar nálgun okkar hugmyndir dauðan skömmina stungið undir stól láta eins og var ekki til af því það hafði verið svo mikið til af honum dauðan að samkvæmt þeim heimildum sem ég las þegar ég laðist í rannsóknir á þessu efni og skrifaði bókunduðan fyrir nokkrum árum og núna er ég þegar út að segja þetta þá er ég að velta það einmitt fyrir mér hvort þessi 20. aldar breyting hafi ekki þá orðið á miklu fleiri sviðum heldur en varðaði þetta og er svona kannski að bjóða kenninguðinni þá upp í dans með því að því þú nefndir stríðin og áhrif þeirra trú ekki sem er sérfræðingum dauðan fyrir fram að mig. Ég er mjög heillaður af því fyrirbrigði. Nú ertu búin að opna alveg Pandoru-box. Er það? Já, ég náttúrulega horfðist í augu við dauðan þegar pabbi deyr. Mér finnst það. Þarna bara sé ég hvernig hann er og hvaða áhrif hann hefur á fólk. Og mér kunni ekki að meta það. Neitt. Og ég man eftir jarðarförinni hvað þetta var allt. Enginn talar og allir svo alvarlegir og þetta eigur bara á mitt tráma. Enginn talar af hverju pabbiðin dáin, af hverju hegðar mamma þín sér svona og ég náttúrulega var ekkert mikið að segja frá því. Svo sem. En þarna fær eiginlega bara minn barnaheili alveg að fara í rosalega ranga átt, finnst mér. Já.
Þarna þurfum við fullorðnir sko, og núna í dag, ég svo sem sagt til dæmis vinur mínum frá þessu sem er nú sko leikskólakennari og er unnið dálítið mikið með börnum og einmitt kynnt sér dálítið þetta áföll barna og hann sagði sko að þetta hefði gerst í dag, það væri bara heilt teimi sem hefði verið að fylgjast með þér. Þau hefði líklega reynt að taka þig frá móðurðinni fljótlega sko. Og ég held sko að flestum tímum ætlar maðurinn sér vel en stundum eru aðferðirnar sem hann notar alveg hræðilegar og alveg stórskaðlegar. En þetta var ekki fyrsta skiptið sem sá dauðan, það liði 5 ár, þá kom hann aftur að vitja mín. Já, og ég er á þessum stað þarna, 8 ára gamall, búin að upplifa þetta, 8-9 ára, og líkaminn minn bregst mér. Og það er ekkit óalgengt með börn sem verða fyrir tráma, það koma líkamleg viðbrögð. Ég veit ekki hvort það er svo, ég held að geti verið nú reyndar bara ættgengt, en ég fer að fá rosalega höfuðverki. Og bara er orðin mígreni sjúklingur og ægileg mígreniköst. En versta var eiginlega að ég hef ekki lengur stjórn á þvægið saur, almennilega. Ég pissa undir eiginlega hverju einustu nótt. Sem alltaf ömurlegt ef ég að ferðast eitthvað, að fara í skólaferðalega eitthvað, ég forðaðist það algjörlega. Og þetta gat kannski komið fyrir bara í skólanum og ég bara pissaði á mig. Ég gat ekki passað upp á þetta. Og var það gert grín að þér? Hvað heldur þú? Ég held það. Ég var bara lagður einelti sko. Ég var bara alveg tekinn fyrir og átt enga vini sko. Þannig að það jók bara á einmannaleikan og vanræksluna. Ég fer að draga sjálfa mig alveg sko út úr öllu. Ég gat ekki treyst einu sinni eigin líkama skilur. Þá hvernig get ég þá treyst öðru fólki? En það er hjálp handan við hornið sem er náttúrulega. Hver var hinn dauðinn sem þú nefndir? Já, það má ég koma að því eftir smá? Já. Ég var búin að skrifa þetta aðeins. Já, það eru þessi líkamlegu kvillar. Já. En á svipuðum tíma sem ég er svona 11 ára, þá kynnist ég áfengi. Já. Og tóbaki. Já. Ég varð fljótt viss þetta er bara það besta sem ég kynst á ævinni. Já. Því ég fæ áfengi og finn bara þessa líðan og allir þessi vanlíðan hverfur. Það var örugglega það besta sem þú fyrir þig gat komið. Ég fekk ekki sálfræðastoð þannig að þá er bara áfengið. Já. Og er þetta ekki eitthvað sem Íslendingar ættu að þekkja? Jú, ég held að segja það. Því ég er ekki að tala um þetta. Talandi sko landhelgisgæsluna á sínum tíma þegar þessi menn voru að upplifa það á litlum skipum að fá þessar bresku freigátur sem voru miklu, miklu stærri. Sem er að koma þarna og bara virðast vera að sigla á þig. Þú veist ekki hvort að bara þú ert eftir 10 mínútur í ísköldu vatninu þar sem þú hefur sko 5 mínútur til að lifa af áður en bara heilinn ákveður að draga blóðflæði frá höndum og fótum sem hann gerir. Þá getur ekki lengur samlað og þá bara ertu á þetta búið. Auðvitað voru þessir menn sko, það er einn lofskeytamaður sem sagði mér frá því að hann átti forláta tæki á þessum tíma sem var svona vasareiknir. Ekki merkilegt í dag, við allir símar eru með vasareikni og við erum með síma og myndavél og bara heilt bókasafn á okkur. En á þessum tíma fyrir lofskeytamann var þetta alltaf bara alveg mikilsverður hlutur, mikilvægur. Og hann fann alltaf, hann var ragur að taka þennan hlut með sér út á sjó. Og svo hrættur að eitthvað gæti gerst. Og hann myndi tínast. Þetta er alltaf fyndin saga sko að auðvitað er að hugsa það var alltaf undirliggjandi hjá þeim og margir þeirra voru traumatíseraðir eftir Þorskastríðið. Ég er alveg sannfærður það. Af því að það voru viðvanningar á þessu skipum sem voru kannski 15 ára strákar, 15-16 ára. Já, við höfum alveg dæmið það að eftir mjög erfitt atvik hérna í Þorskastríðinu 72-3 þá er þetta 15 ára strákur sem bara settur á land í Vestfjörðum og það er ykkur héraðslæktir sem þarf að díla við strák sem er svo traumatiserað hann getur alltaf talað. Þannig að bara á þessum tíma, ég veit að söpum tíma og ég er að gangi í gennum þetta að upplifa þetta. Við höfum engin, við kunnum ekkert að eiga við áföll. Ég er að fatta það núna að ég er með kolranga mynd af Þorskastríði. Sko. Já, það er mín kenning. Íslendingar hafa kolranga mynd af því.
sem mjög hlaðin einhverju þjóðernishyggju og íkjusögum og rugli. Og dyggilega mataðar á bara einni rödd í fjölmiðlum þegar allir stóðu saman. Og stjórnmálumenn hafa oft notað þorskastríðin og mér fannst það mjög kaldhæðnislegt þegar Guðni var í framboði til forsetar 2016. Sagfræðingur íslenskur, ef ekki bara í heiminum, sem þekkir þetta efni mest. Og þá var blessuð sem minning hans, þá var Davíð Oddsson í forsetakosningu gegn honum, var að keppa við hann og eins og venjulegur stjórnmálamaður gerir, þá fer hann að ráðast aldrei á hina keppendurna, frambjóðendur, það er orðið sem verið að leita frambjóðendur og sem fekk Guðna til að segja þessa frábæru setningu Davíð, hefur þú enga sómakennd? Það fannst mér stórkostlegt. Það myndi svo McCarthy réttarhöldin. Þegar ég man ekki hvað hann hét, hann var lögfræðingur fyrir bandaríska herinn, þegar hann segi við Joseph McCarthy, bara hættu þessari vitleysu. Hvað er þetta að gera, ofsækja gott fólk sem vil bara láta gott af sér leiða? Hefur þú enga sómakennd? Have you no decency? Þetta er orðið mjög fræg setning í bandarískri sögu. Davíð gat ekki komist yfir 11% sem hann fekk í forsetakosningunni eftir þessi það er kannski alveg gengið frá honum. Já, það gekk frá honum. En hann, mér finnst þetta lágkúrulegt að gera þetta, en líka dálítið hlægilegt að því að hann fer að væna Guðna að hafa ekki beint verið nógu þjóðurnissinnaður þegar hann var að fjalla þorskastríðin. Hann er fræðimaður, hann nálgast þetta hlutlaust og ennþá var 2016 náttúrulega Davíð aldrei svona fulltrúi sinnar kynslóðar kannski hvað hann hafi verið gamall þegar þetta var 70, 75, ég veit það ekki en þetta er ennþá sterkt þegar við tölum þorskastríðin þannig að ég hef alltaf fundið gaman að skoða þorskastríðin frá sjónarhorni Bretana. Já, Flósi, nú er okkur smá vand á höndum tími. Já. Og það er búið að bókastúdíu og ég heyri af gestirnir eru komnir í næsta samtal. Já, og ég er rétt að byrja. Akkurat, og ég ljósi þess. Ég vil ekki sleppa þér. Ertu til að koma aftur í næstu viku? Já. Er það ekki bara? Næsta vika passar bara ágætlega. Og það er bara þrísvar, ef þarf. Já. Af því að við erum rétt að byrja. Já. Ég finn það. Já, ég vil endilega heyra meiri í þér. Við förum að tala dauðan. Nákvæmlega, við skulum bara skiptast á sögum. En þetta er alltaf svona, maður hefur ekki nægan tíma til þess að tala hvað manni líður illa og hvað maður hefur spátt. Það er líka svo gaman hvernig þú hefur hvernig útúrdúrarnir styðja við söguna og bara sagfræðin og allt þetta. Þannig að ég sé bara, ég hef mjög vanmetið af því að ég þekkti þig ekki neitt og af því að ég hafði aldrei hitt þig. Þá vissi ég ekkert hvernig þetta myndi ganga hjá okkur og ég hélt kannski að 40-50 mínútur myndi duga en ég bara hef lært það núna áttan á því að það væri næra að við myndum skila 3 klukkustunda vinnu þegar allt yfirlíkur og er það í lagi þín vegna? Já, að við bara látum þetta duga núna endilega, af því að ég heyra gestirnir eru komnir í með þetta óþægilegt að hætta núna ég myndi gætna vel að halda þessu áfram. Við tökum aftur upp þráðinn. Ég bara ræði við það er gott að hafa líka viðmælenda þáttarstjórnarnar sem þekkir aðeins inn á þetta. Mér finnst gott að þetta fer að verða meira samtal kann ég rosalega vel að meta hlaðvarp sem heitir Kvíðakastið sem ég mæli eindriði með. Ég er með 1.000.000 ágalla en ég verð ekki sakaður að dæma annað fólk sem opnar sig og lýsir persónulegum áskorunum því að það er kannski einn helsti kostur minn. Já, ég held að lærum við það ekki, það er bara, við getum ekki sett okkur í þetta dómbarasæti. En Flósi, þetta lofa mjög góðu, það er búið að vera náttúrulega ekki bara áhugavert og skemmtilegt að hitta, það heldur líka náttúrulega svolítið ókvænlegt og maður alveg þú hefur snert mig ég hef snert þig. Þetta er náttúrulega rosa reynsla og Nei, þetta er fallega sagt, ég er ekki að gera grín. Ef við tökum 3 þætti sem ég held að við tökum, þá myndi ég í síðasta þættinum vilja kynnast því sem gerist hjá þér frá því fyrra sumar og núna, sem er þá þessi kulnunarkafli
en við þurfum annan klukkutíma í það sem gerist fram að. Já, ég geti reynt að fara hraðar yfir sögu kannski. Nei, því að gera það. En svona ég dálítið, það bara ég fer að tengja við svo margt, sko, tónlist og kvikmyndir og kannski þakka fyrir ég hef ekki ADHD, sko. Ég get yfirleitt komið aftur. Já. Það ég hef ekki ADHD, ég fór sérstaklega til sálfræðings og vildi fá að vita hvort ég með ADHD. Ég fór alveg 6-7 sinnum, sko, og fekk það alveg staðfest, þú ert ekki með það. Þú ert aftur á mótið með voðalega mikið þunglyndi. Það var svarið sem ég fekk. Já. Og einmitt út af því að ég hef eitthvað svo mikið. Já, ok, við tölum það seinna. Næstu viku. Svona, ég bara Pandora box og bara byrjar að tala við mig þessa hluti. Bara... Takk fyrir traustið, að lögum að opna. Já. Þannig að Flósi, næsta vika, við veitum ekki hvenær, en við förum þá aftur á stjá. Já, það frábært. Kæra þakki fyrir í dag. Til að hitta þig. Sömuleiðis. Og næsti kafli eftir andartak hjá okkur, kæru hlustendur og áhorfendur. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Hálflega að ræða leiklist, og heilsugæsluna. Stundum fer þetta saman. Skilst að í næstu viku verði frumflutt nýtt íslenskt verk, Heilsugæslan, sem gerist á ótiltekinni heilsugæslustöð einhvers staðar í þéttbýli hér á landi. Og sá sem samdi þetta leikrit og leikstýriði Lýður Árnason læknir. Og með honum þetta tvíleikur, að mér skilst, 2 leikarar á sviðinu, Rakel Björg Björnsdóttir og Elvar Logi Hannesson. Verið öll velkomin. Takk fyrir. Takk fyrir. Gaman að sjá ykkur. Sömuleiðis. Það að æfa núna þetta verk alveg hent baki brotnu frá móti kvölds? Já, alveg bara, og svo dreymir mann þetta líka. Já. Þannig að maður bara allan sólarhringinn á vaktinni. Það ekki? Eins og heilsugæslunni. Já, eins og heilsugæslunni. Ert þú kannski læknir líka eins og Lýður? Nei, en ég skilst mér eins og læknir. Ef ég handskrifa. Það mjög erfitt að skilja þess að ég skrifa. Já, einmitt. Og gaman að takast á við þetta. Rakel. Algjörlega, mjög skemmtilegt og þetta krefjandi, við erum að leika alls konar persónur og í hraðaskiptingum og svona, þannig að þetta er mjög spennandi, maður veit aldrei alveg hvað gerist. Já, við leikum sem sagt bæði sjúklingarna og líka læknana. Já. Þannig að þegar ef Rakel fer út af sviðinu þá bara tekur við svona laddaskipting, svona 40 sekúndur, en ég segi eitthvað og svo kemur hún inn sem sjúklingur. Já, þetta hljómar allt mjög spennandi. Já. Lýður, þú kannski kannast við það þegar við heyrum orðið heilsugæsla þá koma svona svolítið skrýtnir litir upp í hugan. Ertu að gera grín að ástandina? Hvað ert að fara? Sko, öllu gríni fylgir þetta alvara. Já. Og það náttúrulega, þarna verið svona að sýna svona hvernig þetta svolítið innan búðar frá sjónarhorni læknana. Og það hefur kannski ekki verið gert áður því að svona heilsugæslan hefur oft legið svolítið svona undir ámælum fyrir að hafa ekki verið nú afkast á mikil og ekki nú góð og þjónustan upp ofan og svona. Og nú fáum við kannski aðeins meira innsýn í svona sjónarhól lækna, hvað á þeim dynur og hvað þeir þurfa, hvað krossa þeir þurfa að bera, sko. Og ég myndi nú svona að segja að þetta væri svona smákrupning inn á við, hvað væri að gerast baksviðs. Og interessant fyrir fólk að sjá þetta bara hvern sem því að við höfum náttúrulega öll þannig lagað einhver tíma þurft á heilsugæsluna að halda. Jafnvel læknar hefur verið stundum líka veikir, sko. Jú. Þannig að þetta er eitthvað sem allir þekkja og á erindi til allra þess vegna, segi ég. Já. Þetta að í hug núna að svona þegar brjálaðast að gera í mínu starfi, þá kannski hitti ég 5 manneskjur sem ég hef aldrei hitt áður og tek við 5 viðtöl á degi eins og þessum, en ég er ekki með líf þeirra og limi í höndunum. En það getur verið mjög snúið að nálgast nýtt andlit og fyrir ykkur læknana sem eruð í þessu hlutverki að þjónusta sjúklinga bara búm. Þetta hlýtur að vera ansi snúið, ekki satt?
Þetta svolítið að vera svona eins og leikstjóri, þú ert að fá svona mörg leikrit upp í hendunar á hverjum degi, leikrit hvers og eins, svona lífsleikrit og maður það svolítið að setja sig inn í þau og svona reyna svolítið að sjá líka svolítið fyrir upp af framvindu og endi á hverjum einum sko. Hvað hver tilbúin að gera og hvað er hún ekki tilbúin að gera þannig að maður læri kannski svolítið mannþekkingu svona á þessu því þú ser fólk við alls konar aðstæður þú ser fólk ungt og gamalt þú ser ríkt og fátætt fólk inni og úti og í sorg og gleði jafnvel fjármál fólks kemur stundum inn til þín sko. Þannig að maður fær eiginlega alla vinkla á öllu og þú þarft að taka nótis að því að bjargir sjúklingana eru kannski ólíkar. Algjörlega sko þessi svona kannski gönguferð sem á nokkuð löng á mig, náttúrulega búin að starfa í þessi 30 ár sko. Að hún hefur svolítið kennt með það er voða erfitt að flokka lífið. Lífið eiginlega fellega óútreiknanlegt. En ertu eitthvað að taka á hennu bírókratiska helvíti sem oft rætt síðustu missir að lækna sig stattir í sko. Ekki síst sko það náttúrulega orðið hansi mikið og það náttúrulega ekki alveg eðlilegt að fólk þarf að bíða kannski nokkrar vikur, jafnvel mánuð eftir og tíma heilsugæslulækni og ég finn bara fyrir því sjálfur eftir ég hætti þarna þá fæ ég sko nokkrar hringingar á dag bara frá vinum og kunningum sem vandræðum vantar vökuvottor eða veikindavottor eða einhverja töflur eða eitthvað sem sko, einhverja smá ráleikingar. Þannig að ég gæti alveg sko verið í sjálfbóðun allan daginn ef ég vildi. Já, og maður heyrir að þessi svolítið komin aftur þessi gamli tími, tengslahagkerfið, að þú bara hringir í mann, maður hneipir í mann. Er ekki eitthvað til því? Jú, algjörlega sko. Algjörlega sko. Já, akkurat. En þú sagði mér hérna áður að hófum upptöku að þetta væri satýra. Og svona hvernig getur maður ánað þess að verða af því að þetta svona dálítið mikið í deiglunni þetta mál hjá okkur þetta ekki kunst að svona finna rétta tónin bæði í verkinu sjálf og fyrir ykkur sem leikara að hitta einhvern veginn á plankan fyrir hástökið alveg upp á sentimetra Jú, absolutt. Þetta svona mjög krefjandi og mjög svolítið gaman að þessi tegund af leikverki kannski ekki mikið núna, kannski sem ég tengja til þetta við svona revíu eða svona gamanleiki svona sem að ég ólst svolítið upp við heima í stóra leikhúsinu. Ég ólst upp í leikhúsinu á Bíldudal sem ekki bara í leikhúsinu, þetta þorpinu sjálfu sem bara leikhús út af fyrir sig. Já, og svona bara sem að við höfum það sem skemmtilega reynist í öllu og vinnum lítið og svona. Og þá var mikið verið að setja upp þessar svona gömlu leiki og fyrsta skipti sem ég fór í leikhús í Reykjavík það var í Iðnó og það var einmitt ákveð svona Gammavík bara Daríó Fó eða það var ykkur svona bara þannig að við erum svolítið að fara á þann stað og sem svolítið skemmtilegt og hefur lítið verið gert að þetta ekki alveg kannski skápafarsi en samt næstum því en snertir kannski meira yfir í svona revíuna og svona líka verið svona smá pólitík, svolítið Daríó Fó eins og hann var mikið í pólitíkinni og blanda það inn í komikina og veist og þetta þarf að vera svolítið svona eins og að uppfærast eins og í gær þá bættu við þarna smjörvanum hann komin inn stóra viðbitsmáli akkurat þannig að já en við leifum okkur alveg að fara alla leið sem dálítið gaman við ígjum persónur og þessi persónueinkenni og sjúklingarnir að biðja alls konar sem að mann myndi ekki endilega dett í huga fólk væri að biðja og svona en það alls konar fólk að núti og það svo skemmtilegt að við fáum að vera allar þessar týpur og jafnvel einhvern veginn að bræða saman nokkrar týpur og búa til eina svona rosalega komiska og ykta og
mér finnst það mjög gaman að meðan kannski læknarnir sjálfur eru meira jörðin í verkinu að þá er þessar fígur sem að koma inn og út eru svolítið svona, þær gangar langt og við getum alveg verið skömmur, nei. Já, við erum alveg að búa okkur undir það, sko. Ég dreymdi í nótt að við vorum tekin í að þá voru við í, held ég, þætti bara hér. Það sem voru einhverju svona álitsgjafar að taka okkur í bakari því að við stungum á mikið á okkur kílum. Voru að rakka ykkur neður? Já, það var alveg veist. Þannig að, eins og segi, maður fann að dreyma þetta og það er bara gott, en það er einmitt, held ég líka, veist, í þessari einmitt tegund af gamla leika sem þetta líka svona, það ekkert ólíklegt að þú kannist jafnvel við sjálfa þig eða einhverja sem þú þekkir í þessu verki og þá held ég að sé einmitt mikilvægt að fara svona, að hafa það svolítið íkt, að fara svolítið lengra en þetta verði ekki alveg bara eins og Siggi nágranniðinn, sko. Já. En sko, hvernig leikstjóri er Lýður? Hann er bæði leikstjóri og höfundur leikritsins. Hann er alveg frábær. Ornum Músæn, þú vilt stjórna þessu þætti þáttarins. Hefur hann eitthvað vit, sko, sem leikstjóri á leikstýri, hann læknir, hann listrætt, maður veit það, og hann hefur skrifað leikrit, en getur hann eitthvað sem leikstjóri? Já, sko, ég nú lenti í honum nokkur sinnum áður, þannig að sem listamanni, ekki sem lækni, Endalífandi en svolítið í filmunni í kvikmyndagerðinni og svo líka væri svo heppinn að leika í fyrri uppfæslunni árið 2009 þá settu upp heilsugæsluna fyrir vestan sem tvíleik og það var rosalega skemmtilegt og rúllaði vel og við lifðum það samstarf alveg af og töluðumst alveg við svona. En nú er búið að yngja þessu upp. Nú er búið að yngja það að segja, sko, ég er komin inn í þetta. Þannig að en svo var þetta líka sett upp 2015 sko upp í Repum í Árnessið. Þar var áhugamannaleikhópur sem tók þetta fastum tökum og leyfði mér að leikstýra og þar var þetta sýnt nokkuð oft líka sko. En þá var þetta eins og sko, það var styttur útgáfa, nú er þetta lengur útgáfa bara alveg, fullþroska leikrit. Já, verkið er bæði gamalt og nýtt. Já, þetta er byggt á gamlu grunn, þetta sko byrjaði sem kaffileikur fyrir vestan, en núna er þetta orðið bara fullbökuð kaka í fullri lengd og uppfærð. Og á sérlega vel við. Ég myndi segja það sko, mörgu leiti á þetta mjög vel við því að við erum svolítið á krosskotum með sumt sko, ekki bara læknisæðin, þetta bara í samskiptum yfirleitt og þau til dæmis leika tvo lækna af sér hverju kynslóðinni og svo sem augljóst hver leikur en hann eftir sér mjög vel en fyrstið frá því sko að þá er sko þessi gamla læknisæði þess sem var meira svona maður á mann og nándin var meiri og það var svona meira í stíl kaupmannsins á horninu, það var allir miklu nær på öðrum. Kannski líka meiri tími. Meiri yfirsýn og kannski minni á skráningum og svo leys. Núna hins vegar að þá er sko kannski yngri læknar að þeir sko sjá ekki sjúklingin bara fyrir tölvuskjánum. Hann er bara að byrgja sín. Áður fyrir var ekkert svoleiðis á borðum. En núna er borðið bara orðið einum skjá og maður þarf að lyfta sig hans upp til þess að sjá sjúklingin. Satt eða logið, flestir unglæknar eru með Asperger og eru mjög góðir í því að lesa vísindi og nákvæmir en kunna ekkert í mannlegum samskiptum af því að það eru erfiðu prófin og það sem að þau mæla sem að hendar heilum með Asperger sem geta fókusað mjög mikið en slemt það er að skorti mannlegan tendens. Satt eða logið, Lýður? Satt í stuttumáli. Það er nefnilega mjög áhugavert og áhyggjuefni, er það ekki? Jú, og þetta er eitt aðal umfjöllunarefni kannski í þessu leikriti. Sko. Já. Þú sérði alveg svolítið svona mun á þessu, en svo kannski má segja að Asperger eða Gustavsberger eða hvað kallum þetta, að það er orðið svolítið kannski samskiptamáti núsins. Já. Þannig að Asperger nær kannski betur til fólks í dag heldur en gamli góði sveitasloppir sem bauði upp á síinn fisk.
Og einmitt, og hvert erum við þá komin? Þá þurfum við nú að staldra við, er það ekki? Já, það er alveg spurning, sko. Maður náttúrulega sér alveg að tíminn þróast og menninni breytast með honum. Og það er svolítið erfitt að segja endilega hvað sé rétt og rangt, sko. En það er svolítið gaman að byrja þetta saman og við gerum það svo sannarlega í þessu leikriti. Já, einmitt. Eigið ykkur einhver svona óskasinnur? Við viljum kannski ekki uppljóstara of mikið verkið en samt svona það er líka annað sem dettur í hug. Það lítur að vera erfitt að vera alltaf að flakka úr einu hlutverki í annað, er það ekki? Er ekki kunst að læsa og já, ná lás þarna, ég er þessi og svo alltaf að vera einhver annar? Jú, ég myndi að segja það. Eða sko, sérstaklega ef að maður klúrar einhverju smá í skiptingunni eða þá verður maður að passa að koma ekki hálfur inn einhvern veginn. Ef maður kemur á miklum hlaupum þá er maður ekki alveg mættur í karakterinn svona rétt svona, já, í upphafi senu en þannig að maður þarf eiginlega að taka svona einn andadrátt baksviðs og svona setjast í næsta karakter, finnst mér. Já, einmitt, þetta er svona, það er ekki bara gerfið og stundum er líka eins og maður líma á sig yfirvaraskegg og svona, að það er svona, að það snúi rétt og sé á sínu stað og maður kom ekki með það inn í næsta karakter og svo, en svona aðalega líka kannski svona tempóbreytingin, sko, sem er náttúrulega að fá það svolítið inn en þetta eru bara svona svolítið ladda skiptingar, sko, og hann er meistar í þessu að skiptum gerfi bara að koma inn sem nýr, algjör snillingur og hérna að það er svona það sem við erum að svona fást við að reyna svona að koma á réttum tíma. En það er svona líka alveg gaman að því hvað þetta er lífrænt. Þið vitið að það getur alveg komið fyrir að ég til dæmis kem inn á með neftóbak í einni senu og svo náði ég ekki alveg að þrífa það nógu vel af, þannig að ég einhvern veginn var með neftóbaki í 2 senum og eftir og svona þetta maður verður bara að hlæja þessu og hérna, það getur alveg komið fyrir að kolla þetta af eða eitthvað, skilji, en þá heldur maður bara áfram. Maður vorkennir stundum með þessum græjum, sko, í öllum þessum búningaskiptum, sko. Þetta er bara eins og kvikmyndagerðinni, sko, þá er stundum gott að vera bara baka vélina, sko. Alveg eins og í lænsfræðinni, stundum er bara fínt að vera baka við nálina, sko. En það er sérst mikill hraði og hérna, Já, þetta er alveg svita leikhús. Ég er strax held ég búin ég held að séu strax farin 3 kíló hjá mér og hérna til nokkur sunni. Já, hún er náttúrulega ung og hérna í góðu formi. Ég er komin á B-hliðina og þá er þetta svona aðeins meira átak og hérna en sko ég mátti nú alveg við þessu að missa aðeins svona af svona sem við kallum bjórvömb. En er ekkert aðstóðar fólk? Er það svona low budget sýning og þurfa bara allir að gera sitt? Já, það er nú þannig við tókum nú þátt í hérna sviðslista lottóinu sem er sjóður sem er sviðslista sjóður sem maður getur sótt einu svona ári og við fengum ekki eina kúlu þar. Er það ekki hneyksli? Okkur finnst það, sko. Það sé náttúrulega alveg en pottur er náttúrulega allt og lítill og allt það, þess og hefur nú oftur rætt held ég við þetta borðið mitt að hérna hjá sjálfstæðu senunni að þetta er allt og lítið og nafni minn, hann skil bara ekki hvað hann að gera, hann þarf að fara hísi upp sig og fara að reyna að setja meir í monninga í sjálfstæðu leikhúsins. Hann Logi? Já, hann þetta að gera það. Já, ég hef stundum sagt sko að maður náttúrulega maður er að skrifa bækur persónulega fyrirgreiðslu og hvernig hérna, og hún sé ekki góð og hvernig áhugamál ráðherra spil inn í hvernig þeir auðs í fé en má ég bara biðja aftur persónulega fyrirgreiðslu sko, hérna frá Loga með litið þess að bæði börnin hans eru held í upprennandi listamenn. Já, einmitt. Ég held að hann hafi bara eitthvað glemt sér og hann tekur svona bíldudalinn á þetta sem við erum bara svona róliheitum og svo förum við í þetta bara og ég treysti á hann en þegar það er náttúrulega þannig að maður fær ekki vinning í þessu lottói. Þetta er eini möguleikinn að fá styrk
hjá þessum sjóði, að þá þarf maður bara að nota ímyndunaraflið og við höfum mikið farið í góða hirðin og þar höfum við fengið margt gott og stólni hinn og þessu svona einsum heilsugæslum og svo náttúrulega veltu bara allt á því að við bara gerum góða sýningu og fólk streymi í leikhúsið og þá annars bara tökum við bara auka vakt. Já. Hafið þið gægjast verið að bóka tíma og heilsugæslu bara til þess að láta greipasópa og stela hérna í leikmyndin? Við ætla nú ekkert að fara að viðurkenna það í þessu viðtali. En það verður samt að segjast eins og verð, sko, að það eru geymslur á mörgum stöðum fullar af alls konar dóti og fólk hefur verið bara mjög hjálplegt að finna eitt og annað til, sem ekki stóri hlutir en við fengið mikla hjálp og það er bara það gildi önnur lögmál ef maður fær ekki sko tilstyrk, þá kveikir það bara á öðrum elementum í okkur sjálfum sem eru líka skemmtileg. Já, einmitt. Akkurat, sko. Gamla góða íslenska brasið bara. Gamla góða íslenska geggjun, en allir geta verið það sem þið vilja. Já. Mér finnst það voða fallegt. Mér finnst bara, ég kann að meta það, að við hjálpumst bara öll að og Já, það sem svona nægjusöm í því sem við erum að gera. Maður bygglega eitt öll í einhverja vitleysu ef þá er það að kaupa einhverja dýra stóla fyrir sjúlana og borð sem að en allavega það hefur alveg sinn marmar á eitthvað. Það hefur alveg sinn sjarma sko að bara gera þetta alveg frá rótum sjálfur. Það er bara mjög skemmtilegt líka sko. Þó er það alltaf gott að fá nokkra kúlu til þess að leika sér með. Þá má maður samt ekki láta ráða sko hvort maður gerir hlutin ekki. Mögulega getur látið þetta að vera ekki háður þessum styrkjum, þá er það alveg geggjað. Það er svo vont að vera í einhverju og ef þú fær styrk þá gerir þetta, ef þú fær ekki styrk þá bara gerir þetta ekki. Akkurat. En mér finnst einmitt fínt að þið eruð að draga það fram og minna á að við lifum náttúrulega í ótrúlegu forréttindasamfélagi landi tækifærana, þar sem það einmitt að geta framkvæmt hugmyndir, látið drauma rætast, þótt að sé hark og bras og íslensk geðveiki og allt það. Það er náttúrulega bara eitthvað sem að 99% mannkins búa ekki við. Nákvæmlega, sko. Já, einmitt. Ég þekki þetta mjög vel í okkar leikhúsi fyrir vestan, að þar höfum við svona, þetta er svona eiginlega svipað bara í hinu lottónu. Ég fæ stundum póst og það er alltaf svona 1700 krónur, eitthvað frá leys, sem að maður fær. 1700 krónur? Já, sem sagt í þessum vennilega lottói, sko. Já. Ég hef ekki fengið neitt meira. Nei. Og þannig hefur þetta bara svolítið verið hjá okkur, okkar leikhúsi, og þá höfum við sem sagt bara kyrkt á öðru, sem er bara mjög vestfisk kannski, það er þrjóska. Já. Og þannig að við bara ætlum að gera þetta og finnum þá bara og förum svona Skálavíkurleiðina. Já. Hún er mjög vinsæl. Já, einmitt. Fyrir vestan. Já, þrjóska og skata. Já, svo hún líka. Já. Ertu með annan fótið fyrir vestan að báða eða? Já. Ég er bara í þessu verkefni og það er bara ágætt, en bara fyrsta tækifæri fer maður vestur. Já. Best geymdur þar. Já, og stendur þar fyrir blómlegu leiklistarstarfi. Já, við höfum verið heppin að og konu sem að sér þetta allt saman og hún stýrir þessu öllu og við erum með okkar leikhús lengst út í sveit, út í Haukadal í Dýrafirði, á engin heimaðar, upprætt að hafa leikhús og það gengið vel og það þarf ofta að fara einmitt á okkur staði sem að meika kannski ekki sens til að gera eitthvað sem meikar sens og það er svolítið okkar hilla. Kynntust þið Lýður þegar Lýður flutti vestur eða? Ég held að við kynst í gegnum þetta leikrita brölt á Elveri Lóa. Ég var náttúrulega að filma þarna stundum, gera einhverja kvikmyndir og þá fannst mér náttúrulega upplagt að nota aðaleikaran á staðnum og þannig held ég að við kynst fyrst. Já, einmitt. En hvað með þig? Ert þú búsett hér eða? Já, ég er búsett í Hafnarfirði. Hafnarfirði? Já, eins og Lýður. En er einhver vestursk taug í þér líka? Já, ég myndi nú alveg segja það. Ég hef mikið verið að ég sem tónlist og ég til dæmis í hljómsveit sem heitir Þau með manninu mínum og
við höfum verið að gera músík við vestfirsk ljóð og höfum farið nokkur sumur og túrað Vestfirði og verið með tónleika held í öllum kirkjónum og ýmsum stöðum. Þannig að ég alveg kunnug staðháttum, getum alveg sagt það. Og á leiðinu í Haukadal, eða ekki? Já, og svolítið að vera með tónleika páskana í Haukadal. Já, skemmtilegt. Slá 2 flugur í einu höggi, því að við verðum að sýna heilsugæsluna þarna á Þingeyri og svo verðum við með tónleika í Haukadal. Já, á páskunum. Á páskunum, já, mjög hátilegt. Það svaka, það eiga bara allir að vera þá fyrir vestan. Alltaf fór í vestur. Já, það einmitt það festivalið og svo svona eins og svona allt sem svona skemmtilegt og svolítið svona út kú að það virka mjög vel fyrir vestan. Við erum mjög góð í einhverju svona sem er eitthvað bara svona absúrt og aldrei hátíðin, hún er orðin það stór að það er komin bara risa festival í kringum hana af alls konar viðburðum í öllum þorpunum, Flateyri, Þingeyri, Hnífsdal, Bolungarvík, það eru leiksýningar, tónleikar og þetta er einmitt sem gerist með einhverju að þess vegna er svo mikilvægt að hafa eitthvað svona leiður komið með eitthvað svona fallegt verkefni eins og leiksýningu að það er svo margt sem kemur svona út frá því smitar út frá því þess vegna ætlar nafni minn að stækka þennan sviðslitapunkt. Ég treysti á það allavega þrefalt. Ég er alveg sáttu við það. Já. En eitt sem að ég tók eftir á Vestfjörðum þegar við vorum með tónleika þar til dæmis að þá var rosalega góð mæting. Fólk einhvern veginn sækir þessa viðburði og mér finnst það æðislegt og við fundum eiginlega alveg smá möðun svo fórum við á Norðurlandið og það var svona aðeins erfiðar að fá fólk en fyrir vestan þau kunna þetta, þau mæta. Já, gaman að heyra. Já. En sko af því að þú ert líka í músíkinni, bæði leikur og syngur og spilar á hljóðfæri væntanlega, eða hvað? Aðalega raddböndin. Aðalega raddböndin? Já. Nærðu eitthvað að syngja í þessari sýningu? Hún samdi nú titillagi, sko. Já. Þannig hún fær alveg að syngja helling. Já, þú fær að syngja helling. Já, svona. Já, upptöku allavega, Já, Já, og svo eru 2 sönglínur þarna. Já. Svo við laumum menn í þetta. Já, það er líður sett í skemmtilegan heilsugæslu söngteksta sem að Rakel svo samt í lag við og þetta var bara einmitt að koma á YouTube núna held ég. Bara myndband með heilsugæslu laginu og þetta er svona eyrnaormur. Eyrnaormur? Já, maður fær ekki alveg að heila. Já. Þú syngur hún þetta líka svo vel. Já, það ekki. Alveg. Þú ert líka í þessu, þetta er eiginlega duett eða svona þú ert í bakgröndum. Já. Þetta er hæfileika tríó, maður finnur það alveg, maður fann það leiðu komið inn í dyrnar á þannig að það er bara ljósin, það hækkaði spennan. Já, það er Þetta er menningarströmmurinn, sko. Við höfum alveg skemmt okkur alveg rosalega vel og það er enginn búin að að því að við erum að æfa við sko nýri Tjarnarbíó að þá er ekkert óalgengt að leikstjórarnir reyta ekki bara hárið svolítið erfittur í líð en að það er líka mjög þekkt að þeir sko strunsi út úr leikhúsinu og vaði út í Tjörn við erum ekki komin þar þannig að það er samt vika eftir það styttist í það og leikaran er í humat á eftir Ég ætla að plugga hans með ykkur í lokin. Hvenær er fyrsta sýning, segið þið? Það er 12. mars. 12. mars, sem er 50. í næstu viku. Já, og það er orðið uppsett á þá sýningu og gaman að segja frá því að miðarnir bara rjúka út. Frábært. Það er mikið trafík þarna. Já, eins og bara á hinum venjulegu heilsugæslum. Það er mikið bara ekki bilisti, en það styttist í hann. Það styttist svo sannarlega í bilisti. Já, það styttist í hann. En það á það líka að vera á alvöru heilsugæslustöð. Já, og fólk fer í gegnum tix.is. Já, það eru komna nokkra sýningar og það eru komna 5 sýningar og svo náttúrulega fyrir vestan páskana, svo náttúrulega ef þessar seljast upp sem ég reikna nú með, eftir að fólk er búin að hlusta á þetta vita
síningarnar. Þá þurfum við bara að bæta við sýningum og við höldum bara áfram alveg svo inn og í gamla daga. Ef vel gengur, ég veit ekki hvað ég var að segja, gæti orðið á annan tug sýninga eða meira, eða tugir sýninga? Það er 50 sýningar? Já. Þá náðum við í 40 og eitthvað sýningar. Í alvöru? Já, 2009. Það var reyndar á 2 árum, eitthvað svo leiðis. Og þannig að það er ekki minna það. Nei. Og kannski engar 2 sýningar samanber það sem þið hafi sagt alveg eins. Ég held að það sé nokkuð ljóst og svona... Já, stundum er líka svona ekstra púk í manni eða eitthvað og þannig að hérna... Já. Þetta er svona lifandi, þetta er svolítið svona gamli, góði gamaleikurinn sem maður er alinn uppið, en með svona pólitísku og svona stingur svolítið á kýlnum, sko. En svo líður hefur nú stundum gert. Já, hann er snillingur í því. Þetta er hans sér fag. Já, einmitt. Heyrðu, það eru forréttindi að spjalla við ykkur þetta og ég vona að þetta gangi allt saman rosalega vel. Og ef sem sagt, maður fer og það er gaman, þá bara getur maður farið aftur, því að við veitum aldrei. Fólk fer yfirleitt oftar en einu svona heilsugæslu. Já. Rakel Björnsdóttir, Elva Logi Hannesson og Lýður Árnason, kæra þakkir fyrir komuna. Takk fyrir að leyfa okkur að koma. Takk. Og áframgöngu við göttuna, kæru hlustendur og áhorfendur, nýr kafli eftir andartak, ekki fara langt. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Já, komið þið sæl. Til minni kominn Unnar Þór Sæmundsson, verður velkominn. Takk. Laganemi, bara á lokaspretti. Já, það er víst. Jú, ég bara er að skrifa. Já, en sko, við vitum hverju verðt af því að þú varst vistaður á Bakkakoti. Já. Og þú ert einn af þeim sem stigu fram til að benda á það sem þar gerðist. Já. Sko, þú skrifaði grein á Vísi. Já. Og þar sem að... 2. Já. En það sem þú segir að við eigum ekkert að lappa upp á þetta kerfi. Nei. Við erum bara að henda því, brenna það. Bara brenna þetta grunna. Það er það sem ég sagði. Já. Og auðvitað er það stór orð. Já. Og ég er augljóslega ekki að tala um að bera raunverulegan eld að húsu með slíku. En fólk skilur alveg hvað ég er að segja. Já. Og það sem ég er að segja, við þurfum að umbylta þessu kerfi. Já. Við þurfum að henda því. Að því að kerfið okkar er byggt, í grunninn er það byggt sko fyrir löngu síðan eftir einhvers konar hugmyndafræði sem átti sér kannski mögulega einhvern grundvöll á þeim tíma. Síðan koma áföll eins og Breiðavíkurmálið og fjölda annara á undan því alls konar misbrestur í kerfinu sem að verða til og þá förum við að bregðast við. Þannig að kerfið okkar er byggt á viðbröðum við áföllum samfélagsins gagnvart því sem að kerfi er að gera vitlaust. Ég skil. Og ég neita að horfa á þetta mál þannig að hér hafi orðið mistök í augum kerfisins. Af því að kerfi virkaði alveg eins og það átti að virka. Það var allt upp á punkt og prik á kerfinu. Og það fyrir mér er stóra málið. Já, ég skil ekki hvað þetta var að. Þannig að ég sannarlega eigum við að taka þetta kerfi og henda því og við höfum að byggja nýtt sem er raunverulega með hagsmuni barna í fyrirrúmi. Já, þannig að sko, þeir sem hönnuðu kerfið, þeir sváfu bara vært þó að kerfið virkaði mjög illa fyrir þá sem að urðu fyrir því. Bara ræðilega. Já, eins og mörg dæmi sanna. Bara mörg dæmi og við erum einhvern veginn alltaf Breiðavíkurmálið kemur. Og við afgreiðum það. Breiðavík, Silungupöll, Kumbaravog, eitthvað svona. Við afgreiðum það og þjóðin er bara, jæja, ok, nú er þessi kafli í okkar lífi búinn. En síðan kemur eitthvað nýtt.
síðan kemur ég man ekki alveg röðun af þessu en Varpholt og Laugaland þá bara kæft síðan náttúrulega erum við að horfa líka á vöggustofurnar segðu og svo nú Bakkakot og ég hef spáð því að næsti skandall, svona skandall verði Stuðlar að hvað marki eða að hvað leiti er ómögulegt að segja af því að það er ótrúlega erfitt að stíga fram og það er einhvern veginn það sem við erum alltaf að vinna með þegar fólk stígur fram og segir sögur sinni í fjölmiðlum þá er alltaf hægt að gera eitthvað þá er alltaf að hlaupa upp til handafóta og gera alls konar, já nú ætlum við sko að vera með eftirlit bara, hvar var eftirlitið 99? Hvar bara? Já, það er sko, en hvað varst þú ungur eða gamall? 9 ára Já, þú fórst þangað? Já. Erfiðar heimilisaðstæður eða? Nei, alls ekki. Nei. Ég nefnilega er einn af þeim sem fer í gegnum félagsþjónustuna. Mamma var að vinna mikið og bauðst starf fyrir norðan og sá bara að ég var ekkert að fara að njóta minni á einhverju hóteli fyrir norðan. Þannig að hún óskaði eftir stuðningsfjölskyldu. Og það eru mjög margir sem voru á þeim forsendum þarna líka. Umræðan hefur mikið snúist fósturbörn sem er bara gott að blessa en staðreyndin er náttúrulega svo að það voru ekkert öll börnin þarna fósturbörn. Nei, einmitt. Heldur þau voru vegna þess að þau gerðu sig inn í Já, og það er að leiða jafnvel fjölskyldu Já, og ég meni það var ekki erfiðar heimilisaðstæður sem að olli því að ég fór þangað. Nei. Þannig að mamma var í góðri trú. Bara mjög góðri trú. Ég meina hvað átt hún að halda? Þetta var heimili sem að var að taka við fósturbörnum og búið að taka við fósturbörnum síðan 70 eitthvað. Sveitaheimili ekkert mjög langt frá það sem við byggum, við byggum frá Flúðum. Þannig að svona kannski stutt að fara þá hún var fyrir norðan á þessum tíma og hún svona ég meina hvað átt hún að halda? Já, hún var viss bara. Já, ég meina að samþykkt heimili til að taka við börnum. Já, en hvernig leið henni þá þegar hún fréttir þegar þú segir henni? Ég hef aldrei getað rætt þetta við mömmu sko. Nei. Mér finnst bara yfir höfu mjög erfitt að ræða þetta og ég hef einu sinni sagt þessa sögu sjálfur. Já. Og það var í Kveik. Já. Ég saði líka í Kveik sko að þetta er kannski pínu mín leið til þess að segja fólki frá. Já. Þannig að það var svona ég sá á þessum tímapunkti þarna var tækifæri fyrir mig til þess að taka bara lokið af tunnunni og henda því. En ég gæti ekki lokað henni aftur. Og eftir umhugsun þá ákvað ég að það væri það rétta í stöðunni. Sko. En þeir sem komu þarna fram í Kveik og þeir sem stigu fram í líka hínum málunum sem varst að nefna og sem þekki ég mjög vel að það er kannski aðeins vera þeir ekki að færa svolítið fórnir fyrir aðra. Til að kerfinu veri hent svo að það veri kveikt í og bara burtum þá þarf eitthvað að gerast. Já. Og ég er alveg tilbúin í það. Og það var líka alveg eina af ástæðunum fyrir því. Ég hef talað þetta ofta áður og þegar ég horfði á Sigurð Ívar útskýra og segja að hann hefði aldrei talað þetta við neitt. Það stakk mér svo mikið og það satt svo í mér að ég gæti ekki sofið, ég gæti ekki borðað, ég gæti ekki farið út úr húsi, ég gæti ekki talað við fólk eða vini mína eða neitt. Og ég hugsaði bara með dreymdi þessi setting á nóttunni og ég var ekki að komast undan þessu. Og þá hugsaði ég, ok, ef ég stíg fram með mína sögu, þá hefur Sigurður haft áhrif á það að ég opna mig. Hvað ef ég hef áhrif á það að fleiri opna sig? Hvað ef ég get hjálpað öðrum að stíga fram? Það var alveg hluti af því en auðvitað fyrst og fremst gerði ég þetta fyrir sjálf á mig ég er búin að burðast með þetta allar mín æfi og þetta er búin að hafa sko gríðaleg áhrif á mitt líf
og nú var bara komin tímapunktur þar sem að ég verð bara að losa mig við þetta. Ég get ekki burðast með þetta lengur. Mótaði þetta þig á eitthvað svona óendanhátt? Já, heldur betur. Varstu erfiður eða? Ég var alveg erfið krakki, heilt yfir. Mikið ADHD, á þessum tíma var ADHD svona kannski að verða mainstream. En ég var svona uppdáttekjasamur og annað, en þessi dvöl auðvitað mótaði mig á svo mörgu leyti að þú veist, það tækir mig marga daga að útskýra það, sko. En þú ert, sko, þrátt fyrir þetta alls saman, þá ertu að ljúka löngu námi. Já. Þannig að þú ert hraustur. Ég meina, fyrir 10 árum síðan gafst ég upp gagnvart minni fíkn. Já. Og komin að algjör endastöð og ég átti þá 3 litlar stelpur og ég sit einhvern veginn alveg búin á því í herbergi og fæ að hitta nýfædda dóttur mína og ég hugsaði einhvern veginn bara hún baði ekki þetta, sko. Bara börnin mín báði ekki þetta, sko. Þau eiga þetta ekki skilið frá mér, sko. Hugsaði líka einhvern veginn mín reynsla í lífinu, ég yrði að brjóta hringinn. Og það varð einhver bara svona vakning innra með mér og ég fór bara með þetta alla leið og hef bara einsett mér það síðan að reyna að gera betur og reyna að vera betri í dag en ég var í gær. Og auðvitað erum við bara öll breysk og annað. En ég held mér sé að takast ágætlega. Stofnaði fyrirtæki með vinum mínum. Svo einmitt lendum við í að því að þetta er svona CBD fyrirtæki og við lendum svona í fyrstu atrennu stjórnvalda að stöðva það. Og þá sátum við einhvern veginn með heilan lagar hjá lögreglunni og ég eitthvað svona, hvað á ég að gera núna? Ég bara eitthvað, ég get ekki setið heim og gert ekki neitt. Þannig ég einhvern veginn svona bara tek ákvörðin, ég ætla bara að fara í nám. Mér er alltaf heillast að lögfræði. Alltaf finnst lögfræði mjög skemmtileg og aðdáunarverð. Þannig að núna, hvað er það, 6 árum síðar, er ég að skrifa mastersritgerð í lögfræði. Vel gert. Það er hægt. Ég er mjög ánægður, ég er mjög stoltur sjálfur og mjög stoltur og ég vona líka að því það er annað sem hefur líka svolítið breyst í mínu lífi. Ég hef aldrei getað verið einhver fyrirmynd. Og svo einhvern veginn síðastliðin ár, þá hefur það bara breyst mjög mikið. Og mér hefur þótt alveg útrúlega dýrmætt að geta verið fyrirmynd fyrir einhvern. Ég er svona eitthvað, þú veist, ég held aldrei ég væri á þessum stað, sko. Nei. En það er komið. Já, mér þykir ótrúlega vænt það. Já, og góðu pabbi. Ég reyna að vera það. Já, sem að kannski vanhæfi til þess áður fyrir. Já, ég meina bara eðlega og þar kemur líka aftur inn í að á þeim tíma til dæmis hefði barnaverndarkerfið átt að grípa fastar inn í. Það langar svona að ég átt að tala svona fósturforeldra. Ég þekki sæmdarhjón sem eru fósturforeldrar og löngu fyrir þetta þá eru krakkar sem hefur verið hjá þeim eða býða vera að svara menn í brúðkaupum og haldið á undir skýrn og svona. Þannig að þetta er ekki, við megum ekki tala um þetta þannig að alls ekki, af því það er ekki fólkið innan kerfisins og þess vegna hef ég tekið þessa línu að tala um kerfið. Að þetta eru lagskiptar einingar sem fara með mismunandi ábyrgð og eiga að fara með eftirlit með hvort öðru. Fólk sem hefur hefur slæman hug og vill brjóta á börnum, það sækir í svona. Kerfið okkar á og þarf að koma í veg fyrir það að slíkt fólk fái aðgang. Og ég myndi aldrei fella alla fósturforeldra eða alla stuðningsforeldra undir hennan hatt. Og ég trúi því að megnið af fósturforeldrum og stuðningsfjölskyldum séu bara mjög gott fólk. En
við getum ekki miðað kerfið út frá því út frá fólki. Því að kerfið þarf og á að vera í stakks búið til þess að takast á við þessa hluti. Já. Og ég hef fengið skilaboð, sko, ég er búin að fá 100. Síðast þegar ég svona mataði eitthvað, þá var ég búin að fá 700 skilaboð. Og mikið frá fósturforeldrum sem að hafa tjáð mér að þau hafi kallað eftir eftirliti, þau hafi beðið meira eftirliti, þeim finnst það líka óþægilegt. Og löngu ára þátturinn kom í mörg ár. Það var ein kona sem hefði samband við mig og hún hefur átt fósturbarn í 4 ár. Aldrei fikk ég heimsókn, ekkert tjekkað, ekkert skoðað, og hún sagði þetta er ekki í lagi. Af því þetta fólk líka sko áttar sig á því og þau skilja stöðuna sem þau eru í gagnvart barninu. Og það að einhver sem hefur ekki vill ekki gera gott, heldur sækir í þetta af slæmum hug, þau skilja hvaða aðgang þau hafa og hvaða vald þau hafa. Og mér finnst mikilvægt líka og sérstaklega fyrir þá sem að gera þetta vel og eru gott fólk og eru að taka börn til að bjarga þeim út úr slæmum aðstæðum, að þau séu líka hafin yfir allan vafa. Já, einmitt. Og kerfið býður ekki upp á það. Nei, alveg svolítið að benda á. Það er bara ekkert kontról. Það er ekkert kontról og ég til dæmis, nú kannski svolítið fræg þessi forðaskipti mér með Braga, Guðbrands, og ég vil bara taka fram að hann kemur þess ekkert við, hann er komin á salt einhvers staðar hjá Sameinuðu þjóðunum og hann skiptir engu máli, en þar var ég svona að reyna að finna út úr því sko, hvað hefur Barnaverndarstofa verið að gera, hvað gerir Barnaverndarstofa? Ég veit hvað Barnaverndarstofa á að vera að gera, ég veit hvað hlutverki hún gegnir, af hverju hún var stofnuð, en hvað gerir hún raunverulega? Hvar eru kvittanina fyrir því að þið séu að gera hlutina sem þið eigið verið að gera? Ég hef ekki séð þær. Ég hef séð forsvarsmennarstofnunar koma fram og tala falli og tala upp stofnunina, nú sé allt betra og allt öðruvísi og þess að þar. Falli orð er bara falli orð. Það er bara þannig. Já. En er þetta ekki líka svo barnaverndarnefndir einstaklega sveitafélag? Jú, og þess vegna tala um þetta. Barnaverndarstofa endilega sé með kontról því. En þeir hafa eftirlit með þeim. Já. Barnaverndarstofa hafa eftirlit með barnaverndarnefndunum og fósturheimilum og svo meðferðarheimilum. Og við sjáum það að fósturkerfið er ekki með eftirlit. Af því að þó að það sé eitthvað smá eftirlit, að þá er eitthvað svona gerfið sýndar eftirlit er ekkert eftirlit, boðar heimsóknir og eitthvað svolítið rugl. Það er náttúrulega alveg gjörsamlega galið að ringja með takk þetta fyrir og að segja, já, er að koma þetta, ertu heima klukkan 12 á laugardaginn? Hvað meinið þið? Ég meina eins og hún gerði í Bakakoti, hún faldi bara börnin með áverka og aukabörnin sem var með einhvers staðar á næstu bæjum. Já. Og peppa upp stemminguna með kvöldvökum og nammi og sundi og þú veist, þannig að, og ég meina börnir eru bara þannig gerða að þau eru fljóta að snúast. Við sjáum bara okkar eigin börnum að þau getur verið brjáli eina stundina og svo eru þau bara brosandi kát næstu. Og þú veist, ótrúlega meðferðlegt. Þannig að en ég er ennþá að reyna áttamæla á því hvað Barnaverndarstofa er að gera. Ég verð að viðurkenna, ég hef ekki komist að niðurstöðu. Bragi bent á könnun sem Barnaverndarstofa gerði þarna á þessu tímabili. Ég get ekki séð að svo könnun standist neina staðla sko. Það má ég spyrja það einu, sko, Breiðavíkurmálinu, þá var það þannig að þeir yngri drengirnir sem voru þar, þeir þurftu svolítið að verjast þeim eldri. Þetta var ekki sko bara eins og hamingjusöm fjölskylda. Það voru átök milli þeirra sem voru vistaðir. Var það svolítið ekki Bakkavöldi líka? Já, einhverju leyti. En að sama skapi þá voru líka aðilar sem að settu sig á milli. Og tóku ofbeldi sem annars aðrir hefði fengið. Og það hefur líka verið hluta minni vinnu að
einhvern veginn ég lendi í hræðilegu ofbeldi á þessum bæ en það eru atvik þar sem að aðilar stigu á milli og tóku barsmíðar sem ég annars hefði átt að fá og ég hef tekið mér svolítið tíma að svona sættast við sjálfa mig yfir því að vera ekki með samviskubit yfir því að þú veist en sannarlega var það líka þannig en ég hef líka tekið á línu að það þú veist, ég hef bara ákveðið að ræða það ekkert. Nei, ég skilji. Af því að við vorum allir undir ótrúlega eitruðu kringustæðum og börn læra það sem fyrir þeim haft. Og eru fljóta að pikku upp. Og börn eru ótrúlega klók í að bjarga sjálfur sér. Og þau gera það með öllum ráðum. En það er líka þeir sem að beittu aðra ofbeldi lýsi kannski líka þjáningu þeirra. 100%. Og það hefur alveg verið lína allavega þeirra stráka úr bakkoti sem ég er í mestum samskiptum við að þetta er ekki lína sem við ætlum út í, sko. Nema þeir kannski myndu vilja gera það sjálfur. Það er allt annað. En að þetta snýst ekki persónur og leikendur. Þetta snýst ekki krónur og aura. Þetta snýst að breyta hlutunum. Ég hafði enga trú á því að þeir eru nokkrar breytingar þegar við formast það. En það hefur alveg vaknað inn í mér von. Núna. Já. Samfélagið er reitt. Já, þetta er svo leiðilegt. Við það kemur stóri skellur inn ef við förum ekki lengra aftur en það með Breiðavíkina sem var alveg skelfilegt mál í alla staði. Bara hræðilegt. Já. Og svo er eitthvað hvað annað. Já. Og nú bara slöpum það. Nú erum við búin að þessu, sko. Nei, þá kemur Laugalandi eða hvað heitir, sko. Og svo komið Bakkakot. Já. Og það er eitthvað annað á leiðinni. Bara ég er ekki nokkrum vafa. Ég er ekki nokkrum vafa. Já, það er að erfiðast í þessu. Og við sjáum líka að þetta er alltaf Breiðavík var svona upptökuheimili, svo eru barnaheimili sem hafa líka verið. Það er alltaf svona einhverja aðra skilgreiningar. Þú veist, við erum alltaf að gera upp eitthvað svona einn lítinn þátt í einu. Barnaheimili, upptökuheimili, og svo eru meðferðarheimili. Nú erum við komin inn á engaheimili sem er Bakkakot. Og ég held til dæmis að öll engaheimilin á þessum tíma, það þurfa að gera þau upp. Já. Ég var með daginn, mann sem ég þekki ágætlega, Kolbeinn Þorsteinsson, sem er sonur Ástu Sigurðardóttur, sem var mjög áberandi í menningarlífinu, en alkoholisti, og Þorsteins frá Hamri. Já. Og þau áttu saman 5 börn og þau hefðu, þetta var bara upplausnar ástand. Og það eru hjón á sveitabæði, á Mýrum, man nú ekki hvað hann heit, það skiptir ekki máli, en þau endur með að taka öll systkini 5. Já, og þau tala ekki illa þessi hjón, alls ekki. Það er bara mjög þakklátt og þó þetta var ekki mamma og ekki pappi. Nei, en sko þau byggu þarna, þau fóru í skóla og gengur hreinu fötum og fengi að borða og svona, sko. En kannski ekki svona snertingu og það, en þau eru þakklátt. Og ég skil það. Ég meina á einhverjum tímabúndi í svona aðstæðum að þú veist, það verður alltaf svona stærri og meira íþyngjandi aðgerðir verða réttlætanlegri eftir því sem ástandi versnar. Og ég held að við séum öll sem samfélag sammála að við viljum bara hlúa vel að börnunum okkar og við viljum að börnunum okkar líði vel og gangi vel. Og ég held að sé mjög áberandi núna að við viljum ekki þetta kerfi. Og ég held að sé mjög áberandi í þjóðfélaginu og samfélaginu öllu að við viljum ekki þetta kerfi. Þannig að þrátt fyrir góðar sögur
sem ég mun aldrei draga úr af því það er gott fólk. Já. En það er hitt sem við máum. Það er hitt sem skemmir líka fyrir góða fólkinu. Já. Þannig ég skil ekki alveg og ég er ennþá líkar en áttum á því á hvaða forsendum hefur þetta kerfi verið byggt með þessum hætti. Þetta er fyrirsjánlegt. Við vitum alveg hvað er að gerast. Við vitum alveg að, ok, hvað ætlaði að bæta við einni auka heimsókn á ári fyrir fórstur, ég veit ekki hvað það ætla að gera. Þau hefur ekki ennþá sagt það, sem mér finnst forkastalegt, sko. Að því að það eru börnandi úti sem eiga rétt á því að fylgst með þeim. Þessi fylgst með þeim á hvaða heimilum þau eru. En þú veist, ok, en eitt plásturinn, en hvað með allt hitt? Nú kom fram í fréttum, man ekki hvenar, en kom fram að fjöldin allur af starfsmönnum og fyrrum starfsmönnum barnaverndar hafi haft sambandi RÚV og talað og vilja tjásin ekki þoraði. Þau eru hrætt við afleiðingar, sumir ennþá í vinnu og eru hrætt við að missa vinnuna. Þau tala að skýslum sér stungu undir stól og það sattar og finnst illa að sér vegið. Þannig að hvers konar kerfi er það sem að starfsmenn barnaverndar geti ekki einu svona talað svona atriði án þess að missa vinnuna. Það er bara ekki í lagi. Af því þarna er fólk og það er fullt af góðu fólki að vinna hjá barnavernd. En við vitum það líka bara, við sjáum það bara að það er mannekla hjá þessum nefndum að því að fólk endist ekki í þessum störfum. Nei. En svo er líka búið að stofna sérstætt barnamála ráðuneyti. Já. Það vantar ekki flottheitin, sko. Ég meina allt flott nöfn og þú veist, ný farsældalög og ný barnalög og alls konar nýtt. En hvað er raunverulega nýtt? Já. Hvað er raunverulega nýtt hérna? Hverjum gagnast það? Ég meina við höfum líka breytt nöfnum og ráðuneytum, hægri vinstri, þú veist? Allt og mikið. Já, einmitt. Og þannig að ég bara ég nenni ekki einu svona hlusta á svona, sko. Nei. Ég nenni ekki einu svona taka þátt í að gefa því eitthvað vægi. Já, ég skil. Að því ég vil sjá það gerast. Við vitum það líka sko bara frásögnum lögalegstelpnanna að barnamálaráðherra sjálfur kallaður að fund og hútskammaður. Hvernig hjálpar það börnum? Það segðu. En áðan sagður að þú svona stuðlar er eitthvað sem má eftir að skýrast betur. Já. Það er nú þegar orðið eitt mannslátt, sko. Heldur betur. Og bara óútskýttar enn í rannsókn, sjáðu. Algjörlega. Bara inn í þessu húsi. Bara algjörlega. Og þetta er ekki fyrsti brunn og Stuðlum. Já. Þetta er ekki fyrsti brunn og Stuðlum. Nei. Er það ekki? Nei. Já. Heldur betur ekki. Og þarna náttúrulega Stuðlar eru mér hefur alltaf líka frekar illa við Stuðla en mér sýnir stjórnvöld vera svona kannski að opinbera sig svolítið með því hvað Stuðlar raunverulega er. Það er fangilsi fyrir börn. Það er bara þannig. Og gott og vel, börn sem brjóta af sér þurfa einhvern stað að vera á, ekki innan harsfýraða glæpamennulega litla hraunni. En ég vil bara við séum heiðarlega með það. Ég vil bara að það séu heilindi á bakvið þess að við erum að gera. Og ég þekki mjög mikið af fólki sem hefur verið á Stuðlum. Og þess vegna er ég sannfærður að á einhverjum tímapunkti á okkar ævi mun það fólk stíga fram. Já, þú ert búin að heyra sögur. Ég þekki bara mjög margar sem hafa verið það. Já, ég segi það, þú er búin að heyra. Já. Og veitir bara frá fyrstu hendi hvað hefur gengið á það. Það sem að starfsfólk nýtir sér aðstöðumun og þess aftar. Og ég veit ekki hvernig það er nákvæmlega í dag. Nei. Ég veit hvernig það var þá. Og það er töluvert nær okkur en bakakott. Já. Og þangað til þetta fólk stígur fram, þá heyrum við ekkert að því. Nei. En þetta fólk þá eftir að stíga fram? Það vona ég. Já, er ekki... Ég held að það sé orðið líka bara pínu menningin okkar að á einhverjum tímapunkti að það ákveðu bara, jæja. Þið eru svona fyrirmynd og þeir sem undan komu. Og ég meina, ég horfði mikið til lögurlandsstefnuna og ég horfði mikið til strákana frá Breiðuvík og allra þessari heimila og vöggustofana og Hjalteyri
Ég horfði og ég sá bara mjög svo aðdánavert og ég hafði heyrt af því að þetta létti svo mikið á fólki og líka bara ég sá hvað keðjuverkandi áhrif þetta getur haft. Ég hélt ég fengið taugaáfall að horfa á þáttinn minn. Það var bara mjög erfitt. Það ekki? Jó, bara mjög erfitt. Akkur sagði þetta svona? Þetta var svona svolítið surrealist, sko. En þegar hann var búinn þá bara ég var ennþá lifandi, sko. Já. Og ég var bara, já, ok, þetta var ekki meira máli en þetta. Var ekki léttir? Jú, það var það. Það var það og líka það að vita að þeir buðu mér, sko, þegar við hófum samtali aftur núna bara eftir fyrir þáttinn, að þá buðum sér, þú getur komið nafnlaust, þú getur komið í podcast, þú getur komið í útvarp eða eitthvað, ég segi bara nei, veistu, ef við gerum þetta, gerum við þetta almennilega. Ef ég á að ná að íta þessu á þann stað að ég sé tilneyddur til að vinna úr þessu, þá er þetta rétta leiðin. Og ég held líka og ég fengi ótrúlega mörg skilaboð frá fólki sem hefur verið á öðrum heimilum sem hafa ekki komið upp, sem eru bara, ég held að mér langi líka að gera það sama. Ég er bara mikið vænt það og gera það bara. Þú veist, þannig að já, þá stoppiði líka, sko, eitthvað svona, já, hann var hérna, vistaður eitthvað starf, sko, þá bara stoppiði það líka, eitthvað, ég veit ekki hvort að fylgi, sko, skuggi. Ég veit ekki, ég hafði orð á því að í Kveiksþættinum, ég man ekki hvort það var inn í þættinum sjálfum, ég man í viðtalinu og það sagði, þú veist, ég meina, við erum pínu brendir. Við verum alltaf strákatur og bakakoti eða krakkatur og bakakoti því það eru líka stelpur í þessum hóp og og ég held að einhverju leiti verði það alveg. Já, en þið bara opnaði það, þá var ekkert að segja neitt meira, sjáðu. Nei. Þá þið fólki sem steig fram og Já, en ég hef líka verið mjög sko ákveðið með það að ég á mér fortíð og mínu lífi sem að ég er ekki að leita einhverju syndaaflaust fyrir. Nei, ég skilur hvað það var. Ég er að byggja upp mitt líf. Ég er að reyna að gera betur. Ég er að reyna að gera eins vel og ég get. Og í því felst líka að gera upp fortíðina mína. Ég er stöðugt í því og þannig að það er einhvern veginn svona punkturinn í þessu, sko. Að ég ger þetta fyrst og fremst fyrir mig með þeirri von að þetta hjálpa öðrum. Já. En því er ekki einhvern veginn þannig og setur grímun á því fyrst. Já. En er það ekki sýning í dæmin það, sko, að þegar að til þess breiðukumálið svo kom bara úr og svo kom þetta og svo kom hitt. Þetta er þannig svolítið að þetta er svona keðjuverkandi áhrif. 100%. Sem betur fyrir. Og ég vona að við þurfum ekkert, þú veist, auðvitað myndi ég vona að það væri ekki meira. Það væri ekki fleiri svona mál. En að því veitu eru fleiri, miklu fleiri, að þá vona ég að líða ekkert jafn langt á milli þangað til næsta. Ég vona að næsta mál komi bara fram í dagsljósi á morgun. Því að einhvern tímann þurfum við að horfast í augu við að kerfið sem við erum að vinna eftir er ónýtt. Í grundvallar atriðum er hönnunin slæm. Hönnunin er ekki til þess að hjálpa börnum, heldur er kerfið byggt til þess að meiða börn. Og við þurfum á einhvern tímapunkt að horfast í augu við það og við þurfum að gera upp áföll kerfisins en ekki reyna að plástra það. Ég sé ekki hvernig það hjálpar, sko. Nei. Og líka bara við þurfum að endurhugsa það. Já, ég skil hvað það fara. Þetta er bara ofskemmt eða lélegt til að reyna ditt að því, sko, bara. Einmitt, ég held ég að skrifa einhverja greinum mínum, það sem ég sagði þetta, ég meina, þú getur alltaf sett nýjan stöður að grindaskakkan bíl. Já, einmitt, já. Ég meina, það er grindaskakkur, sko. Já.
Þó sjáir ekki þegar við fyrir að keyra. En þá viltu líka bara fá hann borgaðan út af tringunum og fá nýjan. Já. Akkur viljum við ekki gera það líka við kerfi sem á að vera sko og svona síðasta stoppið þegar foreldrar og aðrir aðlar í kringum get ekki gripið börnin sín. Þá verður að vera eitthvað kerfi sem virkar til að grípa þau. En ekki kerfi sem gerir illt verra. Nei. Má ég spyrja þig eitt? Skjóttu? Já, nei, akkur er svo mikið tattúveraður? Ég veit það ekki, ég bara kann vel við það. Já. Eiginlega öll tattúum mín eru fengin eftir að ég varð edrú, sko. Já. Ég bara hafa oft sagt við mig að ég myndi aldrei ná neitt í lífinu ef ég væri með tattú, en ég fengi með tattú á hálsinn. Nei, dóttir konuna mín vinnur í Reykjavík Ging, sko. Einmitt. Þannig að hún er mikið tattur. Ég veit ekki, þetta er bara sumir kaupir sér mikið af list upp á vegg og mér langar bara að bera mínu list á mér. Já. Eða þú veist. Nei, þetta er áberandi, ég vildi bara spyrja. Það er það, sko. Það er það. Og ég hef fengið mikið, það hefur verið mikið svona ítt í mig fyrir það. Þú kemst nú ekkert langt í stjórnmálum svona, þú getur nú ekki verið lögfræðingur með þetta. Ég geta bara víst. Já, sannar að það. Ég hafna því. Þetta er bara myndir, sko. Já, við óskum þér allsins besta og klári masters í ríkjörina. Takk fyrir það. Og svo fólk sem býr yfir svona sögum eða hafi sem sagt orðið fórnarlömb þessa ónýta kerfis, þá er samstöðun tilbúin til að ræða við ykkur. En svo heldur Rauða borð áfram eftir augnablik. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Já, það geisa stríð og alheimsfriði er ógnað eins og við heyrum í fréttum. En einu megum við aldrei gleyma að fólk er að jafnaði gott þótt, ótti, græðgi og fáfræði geti kallað fram vondar kenndir í mannanna brjóstum. Nú, akkur er ég að ranta þetta svona út í loftið vegna þess að ég fekk ábendingu efni seint að kvöldi laugardags ef mann rétt síðustu helgi þar sem mér var bent á hversdagssögu sem ég held að geti vísað út fyrir sig og sé gott að hlusta á okkar dimmu og drungalegu tímum og þarf sé á að segja. Og ef mér skjöplast ekki þá er á línunni Eiður Ragnarsson, fulltrúi sveitarstjóra á Djúpavogi, ætlaði ég að segja, fyrir austan. Heyrðu í mér, Eiður? Já, ég heyri bara vel í þér. Já, ljómandi, kæra þakki fyrir að spjalla við samstöðuna. Tilefni þess að við ræðum saman er það að þú varst þarna á dögunum að tína út úr bílnum inn í hús einhverja poka eftir að hafa skotist á Rauðafjörð og hvað gerist þá? Já, við vorum að tína úr bílnum eins og ég sagði áðan bara eftir að hafa verslað eins og maður gerir þegar maður fyrir bæjarferð og þegar ég er svona í það myndi að klára að tína úr bílnum þá kemur til mér öltandi á götunni ungur maður og kynni sig og spyr hvort að ég geti treyst honum og veitt honum húsaskjóli yfir nóttina. Hann opnaði á því, do you trust me, sagði hann. Bara byrjaði á því? Já, eiginlega. Og hann var kalt, það var skítkalt, en ég bauð honum inn og hann var eitthvað svona smá tregur í fyrstu til að koma inn því að hann svona, eða ég upplýði það eftir á, hann vildi fá að vita hvort ég væri bara að bjóða honum í kaffi eða hvort ég væri að bjóða honum húsaskjóli yfir nóttina áður hann fær inn. Því það var orðið svolítið álið og hann var greinilega, hún var mikið mun að koma sér í hús fyrir nóttina. Þannig að það var bara úr að ég bauð honum bara að gista og sagði að það væri bara minnsta mál, hann getur nú bara að gista í okkur. Þegar hann var búinn að fara svona aðeins í gegnum sína sögu og segja mig hvað hann var að gera. Já. Þetta, kannski við fáum mynd
Þetta sko Noah frá Suður Kóreu. Já. Hann er hérna 26 ára gamall, ef ég maður rétt. Og þegar hann var búinn að klára viðskiptafræði í háskóla í hérna Suður Kóreu þá ákvað hann ætlaði að skoða heiminn, en hann setti sjálfum sér ákveðna reglur og hann fór stað. Hann ætlaði einungis að notast við það að ganga og taka þar að húka sér far. Og hann ætlaði ekki að nota peninga nema til þess að ferðast á milli landa. Og hann er búinn að vera á ferðinni núna eftir sem að segja mér og með við það sem að fundið hann á netinu, þá er hann búinn að vera á ferðinni í 1,5 ár rúmlega. Og búinn að fara allar heimsálfurnar nema kannski Suðurskautslandið. Maður húkar nú sér ekki mikið far þar. Nei. Og og alltaf með þessa sömu reglu í fasthestinu, húkar sér far og biður gistingu hjá ókunnugum. Finnst þér þetta ekki merkilegt? Mér finnst eiginlega bara merkilegast af því ég nú sjálfur gaman að ég ferða en ég nú frekar líkar hinnu típiska Íslending, kaupi pakka Hjúruval útsýn og læta það döða En það sem mér fannst þetta allra merkilegast því að hann fór 2 hringi í kringum Ísland. Hann fór hérna frá Reykjavík og suður og norður úr frá mér svo aftur. Þetta var önnur nótt en á Íslandi. Og svo þegar hann var komin aftur til Reykjavíkur þá fannst hann það svo gaman að hann fór annar hring á móti og kom þar meðal annars við á Vestfjörðum því hann tók það ekki fyrir hringnum. En ég spurði hann svo þegar hann kom hér í seinna skiptið því þá stoppaði hann aðeins lengur, hann kom hér í seinni part dags og við fórum saman í Sund og svo fórum við að leita á norðurljósum kvöld og ég spurði hann hvort hann aldrei þurft af því að maður þekkir það svo sem bara á íslensku sumri, maður hefur stundum bara sofið úti því það hefur verið eitthvað sem að hentaði. Hann segist aldrei hafa þurft þess á þessum 18 mánuðum sínum að sofa einhvers staðar úti í runna eða á bekk. Hann alltaf fundið betta til að sofa. Mér finnst þetta allt saman stórmerkilegt Ef hann hefði verið hann kannski lítur út fyrir að vera eins og oft með þetta Asíu fólk yngri en hann ætli það hjálpa honum? Ég veit það ekki hann var alls ekki ágengur þegar hann kom, hann bara spurði mjög kurteisislega hvort að ég gæti skotið hann á Skjólshúsi og hann vildi borga fyrir sig með því að spila og syngja og hann mjög að mínu viti bara fanta góður söngværi og alveg ágættur gítarleikari. Nú, já, það gjaldmiðill. Og hann var búinn að á 2 dögum, þetta var dag 2 í Íslandi, þá var hann búinn að ná hérumbil. Ég ætla nú ekki að segja hann hafi verið komið með það upp á 10 en það sem mun hafa stundum kallað óformlega þjóðsögu Íslendinga, ég komin heim. Hann var komið með það nánast alveg á hérna hreint hvernig ætti að spila það og syngja það á íslensku þó þetta væri framburðurinn ekki alveg eins og hann á að vera en ansinn í lagi Já, mér finnst þetta stórmerkilegt í mörgu tilliti mér finnst þetta einmitt, það kemur þægilega óvart að okkar þjóð sé ekki á öðrum stað heldur en bara heimurinn allur að við gefum þessu séns þetta hérna do you trust me spyr hann að það sé traust í gangi, það er eitt og svo bara einhvern veginn ég var að tala um hérna stríðið áðan og svona óoran í heiminum og svona kannski þann sveng sem við fáum í fjölmiðlum alla jafna að heimurinn sé á heljar þröm. Ég veist þessi saga skemmtilegt ansvar eða andstæða þess, ekki sammála því? Jú, ég held að það sé nú bara því miður tilfellið að hérna 99 kannski yfir 90% af öllu fólki bara óskup venjulegt almennilegt fólk og það eru þessi örfá prósent sem koma óorð og rest og síðan er það nú einkenni fjölmiðla á þess að ég ætla nokkuð að vera hallmæla fjölmiðlum yfir höfuð Þú mátt það alveg mínu eina þeir flytja nú yfirleitt ekki alltaf í ákvæðustu fréttina Nei. En það er bara eitthvað sem hefur þróast í gennum tíðina frá því að bara blaðamennska byrjaði, hugsa ég, svona maður að skoða aftur á bak. Það er ekki fréttir ef allt gengur vel, það er ekki fréttir ef maður sé eitthvað vesen. Fréttir eru frávik, fjallum frávik. Já, og maður sér það bara ef maður að fara fyrir inn á tímarit.is og skoðar hér gömul blöð bara frá
byrjun síðustu aldar eða í lok þar síðustu, þú veist, þetta bara eiginlega alveg sami takturinn þar og í dag. Það er eitthvað vesen og það er frásagnar, það er eitthvað til frásagnar. Og svo kemur svona ein og ein jákvæð frétt inn á milli sem auðvitað, en það ætti eiginlega að vera öfugt ef menn að endurspegla samfélagið eins og heldur. Já. Við erum að reyna að laga hallan með þessu spjalli. Já. Og ég meina það bara, þetta yfirleitt þannig. Þú veist, meiri sé, og eins og þú kannski þekkir, ég nú ekki fylgst mikið með samstöðunni, ég skal alveg viðurkenna það, en aðeins gefið en auga. Og það náttúrulega líka bara í panel, þegar menn fá eitthvað fólk í panel til að ræða mál, það yfirleitt, fókusin svo oft á hið neikvæða því miður, Ég veit ekki af hverju það og maður lendir eflaust í því sjálfur, Það er fullt af jákvæðum hlutum í gangi líka, Já, heldur betur. Og nota bene, fyrirgeðu, við erum ekki alveg verið með einræðu, Jú, endilega, til þess eftir hana. Hann þessi ágæti drengur, hann ferðaðist meiri sig Úkraínu, eftir að stríðið hófst. Sem dæmi, Við fáum nú ekki fallega fréttir frá Úkraínu hverjum degi. Það náttúrulega ekki gott ástand, við vitum það. En það alveg greinilega hlutar af Úkraínu sem var alveg ekkert mál að ferðast og hann sagðist ekki að lent þar í neinu vandræðum. Hann hefði aðeins rekið sig á það því að sumir Úkraínumenn ekki mjög sleipir í ensku. Þegar hann kynnti sig frá Suður-Kóreu þá vildi með ruglunum saman við nágrannin norðri sem hefur að þér allavega sumulja meina stutt innrásina. En alltaf tókst að eyða þeim misskilningi. Þannig að þetta er greinilega jákvæði punktar þarna líka þó þetta sé ástandið ekki gott. Einmitt. Þetta er allt mjög áhugavert. Er hann nóga sjarma tröll, myndir þú lýsa honum sem þannig? Ég hef mjög bara viðkunnalegur náungi og viðræðu góður. Og þess að þú nefndir bara sér góða flokka, Akkurat. Og menntaðar og upplýstur og það hlýtur að þurfa ákveðna persónutöfra til þess að ná þessu að vinna sér allstaðar traust á ókunnum slóðum misseri eftir misseri ferðast allan heiminn. Já, bara ákveði hugrekki, ákveða þetta upp að ferðar, Já. Ég hef alveg pröfað að ferðast á puttanum en það þá kannski bara á milli Djúpavogs og Hafnar, þegar ég var unglingur. En ætla sér að fara allan heiminn, það er náttúrulega mjög sérstakt, Já. Ég heyri stundum hjá ungu fólki sem reynir að komast á puttanum hér á landi. Ég bara veit ekki hvort við gerum það ennþá, Hvort ótti okkar á áhyggjur af því að fólki einmitt sé ekki treystandi og varnaðar orðin að börn og ungt fólk sé ekki innan ókunnugt fólk. Ég veit ekki hvort þetta hefur bara útrýmt þessari menningu sem að við munum báðir þegar við vorum ungir að það var ekkert mál að ferðast á puttanum, og náttúrulega alveg ungt fólk sem gerði það innanlands. En ég hef heyrt sem sagt ungt fólk segja að það séu stundum mest ferðamenn, erlendir ferðamenn sem taka unga Íslendinga sem eru á puttaferðalögum upp í bílinn, ekki Íslendingar. Ég veit ekkert hvort þetta er satt eða logið en þetta er það sem ég hef heyrt og það kveiknar svona alls konar spurningar. Það hefur reynda, ég hef nú starfað svolítið hluta ævinni sem vörbustjóri. Fyrst var það í kringu 95 þegar ég flytt héðan frá Djúpavogi og Reyðarfjörð og fer að vinna þar hjá Samskipum og þar í nokkur ár starfandi sem flutningabílstjóri. Og það var mun meira fólki fannst mér á ferðinni þá á þeim tíma svona kannski fram yfir aldamót. Fannst manni sjá fleira fólk á að ferðast á puttunum heldur en í dag. Megin þorrið þeirra voru reyndar útlendingar en auðvitað kom fyrir það voru Íslendingar líka. Og síðan hef ég núna síðastliðin 7 árið að þarumbyr þá hef ég verið að vinna hér fyrir verktaka fyrirtækið Djúpavogi og verið að keyra töluvert sur í Þorlákshöfn og Seyðisfjörð og maður sér alltaf annars slagi puttalinga. En mér finnst þeim fara fækkandi, Já. Og einhvers staðar verðum við að draga mörkin þegar við erum alltaf að segja unga fólkinu okkar
að það megi ekki treysta ókunnugu fólki því þá getur það lent í hættu. Já, þetta er rosalega vand með farið, sko. Þú vilt vernda börnin þín, sko, en þú vilt heldur ekki að þau einangrist og séu fordæmi í raun og veru því að þetta er ákveðin tegund fordóma að ákveða bara allt fólk sé í grunninn slæmt og þú verður að vara þig á því. Já. Og ég ætla fólki nú kannski ekki að segja það akkurat svoleiðis, sko, en það fylgir oft með, passaðu þig, ekki gera hvað sem er. Já, og svo getur þetta verið líka, sko, einhverju leyti kynbundið að margir foreldrar hafa meiri áhyggjur af stúlkum en drengjum. Já, ég myndi halda það. Ég á nú 2 dætur og 1 son. En ég var kannski bara svona kærulaust foreldri. Ég hafði aldrei rosalega miklar áhyggjur af þeim. En ég upplifi það allavega að dætur mínar hafa... Ég upplifa það þannig. Það er kannski bara mínu upplifun. Ég ætla ekki fullyrða hvort það sé rétt. En þær hafi heldur meiri áhyggjur af sínu börnum en ég hafði af þeim. Já. En auðvitað hefur samfélagið aðeins breyst en ég veit ekki hversu mikið hefur breyst. Kannski er það umræðan og athygli sem þessi slæmu mál fá sem að breyta samfélaginu meira heldur en samfélagið hefur kannski breyst í grunninn. Ég gerir mér ekki alveg grein fyrir því, sko. Nei, það getur verið að óttinn hafi aukist og tortryggnin hafi aukist án þess að samfélagið hafi raunverulega breyst og eins og ég sagði í inngangnum, það er náttúrulega óttinn og tortryggnin sem laði ekki fram hið besta í mannanna brjóstum og það má líka bara ræða hluti eins og hagkerfi að hagkerfi góðvildar og samfélag góðvildar frekar en vantrausts og tortryggni og fordóma og aukinar polariseringar. Við vitum alveg hvort í kjósum, sko. Já, ég held það nú flestir kjósi nú það í grunninn að hafa samfélagið bara svona, já, eins og ég segi, aðstofan á ungan og hjálpa honum og vinna með honum frekar heldur en að spyrna á móti, sko. En auðvitað er þetta alltaf merkilegt, sko, í landi eins og okkar og það er vetur og þú nefndir að það hefur verið kalt að sko til sér fólk sem manni finnst það náttúrulega tefla djart, sko. Ef hann hefði ekki fundið neitt þarna ætla hann sé þá með aura í vasanum svona ef illa fer til að greiða fyrir gistingu eða... Já, hann var með eitthvað aura en ekki mikinn því að hann safnar fyrir flugfæri á milli landa með því að spila á stöðum böska, eins og maður segja. Já, og ég spurði nú ekki ítalið út í það, sko, hvað gerur allt fyrir skrúfuna, sko. Nei. En af því hann var bara svona brattur og sæst bara aldrei hafa lent í vandræðum. Jú, hann hefði þurft stundum að banka á þó nokkur hús áður hann fengi já. Og hann var búinn að banka á þó nokkur hús hér á Djúpavogi. Hann byrjaði bara í borgarlandinu, sem við segjum, sem er fyrsta gatan í þorpinu og þar bankaði hann á fjölda húsum, sko. Já. Og menn voru svona ekki alveg tilbúnir til að taka hann inn og ég var alveg spurður að þetta daginn eftir hvort hann hefði endað hjá mér og sumir voru hissa en allavega ég hafði mjög gaman að hitta hann unga mann og ég var alveg til í að hitta hann aftur því að hann var mjög skemmtilegur. Já. Ertu eru þið tengdir núna í gegnum samfélagsmiðla? Já, hann bætti mér við á WhatsApp sem ég hef nýbúin að setja upp af því að bróðir minn í Noregi sagði að það var eini samskiptamiðillinn sem virkaði eitthvað. Já. Og svo sendir hann mér skilaboð því að ég bað hann það, sko, eins og þú segir. Þú veist, það er miðurvetur og það er búið að vera risjótt hérna undanfarið og hann stemdi, sko, norður í land og ég benti honum á það, sko, ef hann færi frá Egilsstöðum eða upp úr Jökuldal eftir það væri bara 200 kilometra tæpir í næsta byggðaból. Einmitt. Ekki fara af stað kvöldi, sagði ég við hann. Nei. Og við gáum honum ullarbrók því að hann var ekkert rosalega verið klæddur. Já. Og fallega gert. Maðurinn sem hann gisti hjá í Vík í Mýrdal gaf hann múlpu. Já. Þannig hann var vel búinn, sko, en svo þegar ég fór að fylgjast með hann þá sá ég að sennilega þykti maður ekki að hafa hann einar ágjur, sko. Nei. Hann væri það sjóaður í þessu orðu eftir þetta langan tíma að hann væri alveg með þetta upp á 10, sko. En það þarf heilt þorp til þess að þessi ungi kóruamaður komi í sleiðar sinna, augljóslega það eru ansi margir sem eru tilbúin til þess að leggja lið og það er dásamlegt bara.
Af því að þið eruð í samskiptum þá kannski myndu við tækifæri á morgun þegar við erum komin í YouTube-hlekkur með þessu spjalli okkar. Senda honum kveðju frá okkur á samstöðinni með hann að geti horta á þetta spjall okkar. Ég skal gera það. Hann mun kannski ekki skilja allt sem við erum að tala um en það er... Men ég setti nú inn í þennan status minn á Facebook þegar ég segði frá þessu þá setti ég nú þá takkaði ég hann eins og mér segja. Já, takkaði hann, já, einmitt. Og hann sagði Suður Kóreu búið að nota ekki Facebook. Nei. Það er bara Instagram, langmest. Já. En hann er samt á Facebook og hann svaraði mér á íslensku. Já. Hann er sjást nota þýðingaforrit. Ég ætla að gefa mig nú ekki það hann hafi verið svona fljótur að tilengja sér tungumálið okkar, sko. Nei. En þannig að hann er greinilega, hann notar þá tækni sem til þarf til að geta tjáð sig, sko. Einmitt. Og hann sagði stundum að þurfti að grípa til símans það sem hann var á svæðin, það sem ekki hann talar spænsku og hann talar ensku og hann talar kóresku. En sumstaðar lenti hann í tungumálavandræðum, sko, en það var alltaf hægt að leysa það, sko. Já, ég segi stundu sögur af pappa sem var bóndi í Mývatnssveitinni og það komu oft erlendi ferðamenn inn á okkar heimili að spjölluðu pappa bara svona á bæjarhellunni eða upp við Reykjós, upp við Þjóðveg og svoleiðis og pappi talaði ekki stakt orð í erlendu tungumálum en hann náði alltaf að skilja það sem fólkið vildi segja við hann og hann virtist alltaf, það virtist skilja hann og hann virtist skilja það þannig að hann er mér ákveðin fyrirmynd í þessu. Já, það er nú oft hægt að gera þessi skiljanlega bara með því að benda og pata og gera nóg af því þá nær maður nú ofta að koma hlutunum allavega frá sér svona þannig að það stýrst nokkurn veginn, sko. Já, taka skrefið sína fólki að maður hafi áhuga á því, það er einhvern veginn. Er það ekki ansvarið sem við þurfum svolítið núna út úr bæði tækni einangrunnar heiminum og svo bara svona alþjóðavísu? Jó, bara að vera kannski örlítið jákvæðari. Já. Við viljum detta svolítið það að vera bölsýn og það mótast kannski umhverfinu, ég veit það ekki, sko. Nei, en sagan þín er til marks ljós og von og gleði og til fyrirmyndar. En ég er nú ekki hetinn þessari sögu, sko. Ég finnst nú frekar vinur minn sem heimsótti mig vera það. Já, ég held að komi bara allir vel frá þessari sögu. Já. Það er mitt mat. Já. En Eiður Ragnarsson, ég veit að þú átt annríkt og ég þakka þér kærlega fyrir að varpa upp þessari huggulegu hversdags mannlífsmynd sem að ég vil kjósa að túlka sem svo að vísi út fyrir sig. Já, takk fyrir það. Bara gaman að fá að segja frá. Sömuleiðis, vertu blessaður og bestu kveðjur austur. Takk fyrir það. Bless. Og ekki fara langt, nýtt efni handan við hornið eftir andartak. Fatamarkaður vorstjörnunnar að Bólholti 6. Öðruvísi, skemmtilegur og ódýr fatamarkaður. Þar sem að það er ekki bara föt heldur allskins munir og svo er alltaf heitt á könnunni. Komið fagnandi. Opið frá 1 til 4 alla laugardaga og sunnudaga, fatamarkaður vorstjörnunnar. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Já, komið sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Marja Lilja og hingað hef ég fengið til mín góða gesti til þess að ræða svona mikilvægi listarinnar í andófi. Það er ýmislegt í gangi í veröldinni og aktivistar víða heim hafa svona verið að bardúsa hið ýmsa. Þar er listin kannski ekki síst mikilvæg. Júlía Maj og Ari Logn, verið velkomin. Hæ, takk fyrir. Júlía, kannski byrjum á þér. Þú hefur verið mjög áberandi í svona byltingunni fyrir frjálsri Palestínu. Það hefur málað víða veggverk og ert með ansi skemmtilegt verkefni í bígerð. Já, í biðgerð eins og þó ég að geta ekki beðið. En já, sem sagt, það heitir Island to Island.
sem ég var að launcha núna á föstudaginn síðast sem alþjóðalegt veglistaverkefni á íslensku. Já, það sem ég sagt að plana að ferðast að milli eyjum að mála fyrir Gaza og fyrir Palestínu. Mig langar að byrja hér á Íslandi og svo næst til Írland, til nokkra eyjur í Gríklandi, Ítalíu. Þú veist, ég búin að fá nokkur staðsetningar nú þegar, en þetta snýst allt að fjármagna verkefni því miður. Ég hef tíman en ekki peningin. Akkurat. En hvað það sem þú ert að fara að gera þá? Sko, visually séð þá veglistaverkin augu. Og það eitthvað sem allir getur tengja við, hugsa ég. Við erum öll með augu, við erum öll að sjá þetta þjóðamord sem í gangi í Palestínu og hefur verið núna í 2 ár pluss 77 ár. Og mér langar að minna fólk að því að það fylgir ábyrgt með því að sjá. Þannig að með því að mála þessi veglistaverk, rísastór augu, sem myndrænt mun líka vera tengt Palestínu, mun vera augljóst. Minna fólk á sínu ábyrgt líka. Og alla veggir munu vera tengtir vefsíðan minn með svona QR-kóda málað við hvert veglistaverk. Og inn á vefsíðan getur maður fundið resources, veit ég ekki hvað heitir á íslensku, resources til hvernig maður getur actually hjálpað gegnum donations, gegnum að lesa Palestínu, bara alls konar, bara að skoða inn á Island to Island Project. Það svona interaktíft. Já, nefnilega, og mér langar að tengja þessi eyjasamfélag sérstaklega, því við erum hérna, þú veist, ég var að mála hér á Íslandi og svo ég síðastu sumar að mála í Gríklandi, þú veist, við erum Íslandi hér og þessi eyja lengst í burt og bara fatta, ok, hér samstöðin með Palestínu, mikil og hann á Íslandi og þó að það kannski mest svona fókuseðar í stórborgir, þú veist, hreyfingin fyrir Palestínu, þá langar mér að tengja þessi eyjasamfélag saman líka. Það svona planið. Og þetta, svo segir þá ertu að reyna að fjármagna þetta verkefni. Það auðvitað kannski eitt af svona vandamálunum sem að listafólk stendur oft frammi fyrir að það kostar pening að búa og skapa list og bara lifa í veröldinni. Jú, það gerir það. Og þú veist, það sem ég að safna fyrir eru bara ferðir, málingu, allt sem ég þarf til að actually mála. Svo mun ég náttúrulega borga eins mikið ég get sjálf, en bara til að geta kickstarta þetta project, þá vandar mér, þú veist, upprunalega eitthvað fjármagn fyrir því. Akkurat. Logn, ég hefur verið í forsvari fyrir Rauðu reglífuna meðal annars, en líka auðvitað í Palestínu, hér hreyfingunni, hér heima og No Borders og fleira. Alltaf brjóðlega að gera hjá þér. Þú hefur líka verið að sinna listinni og í þeim fjölmörgu hlutum sem að þú hefur verið að beita þér fyrir. Af hverju þetta mikilvægt að svona halda listinni í heiðri? Vá, það stórt að spurt. Ég veit ekki, fyrir mig þá bara, þú veist, ég hef verið að teikna bara síðan ég bara veit af mér, þú veist, ég var alltaf að teikna, alltaf að skapa list, alltaf eitthvað svona, þú veist, ég kem úr listræni fjölskyldu og ég kem líka úr pólitískri fjölskyldu, þú veist, mér var kennt Palestínu þegar ég var bara krakki og þú veist, löngu áður en að hvað heitir það, þú veist, þessi fasi af þjóðamorðinu sem við sjáum núna kom til að vera þannig að ég var alltaf, þú veist, gildin mín voru alltaf þú veist, snýst mig, snýst samfélagi bla bla og svo frjáls Palestína þú veist, það var svona non-movable hlutur að því mér var sagt hvað gerðist rosa snemma og eins með, þú veist, við erum að tala núna þú veist, Íransstríðið þegar Íraksstríðið gerðist, þá var ég bara eitthvað úlingur úti að mótmæla því ég var bara what the fuck, þú veist og svo, þú veist, mér finnst að svo fór ég í listnám og ég gerði, þú veist, ég var að gera rosa pólitíska gjörninga í listnáminu eins og til dæmis, þú veist, ég fór í gegnum allt myndlistanámið mitt, BA
án þess að reference, að því ég kom í bókasafnið og ég sá bara eitthvað fullt af bókum kallmenn í listum í skólanum mínum. Þannig að fyrsti gjörningurinn minn var, ég fór í gegnum all listnámið mitt án þess að referensa kall. Þannig ég gerði allar ritgerðina mína, allt þetta. Sem bara einmitt andofi í sjálfu sér. Það það, og kennarinn mín voru alveg bara svona, já, en það svo viðeigandi að kvóta þennan, viltu ekki bara svona, það má breyta og eitthvað svona, ég bara eitthvað, nei. Ég stend svo hart með, ef ég með eitthvað svona conviction, það stend ég svo hart með því, þannig að það meikar svo mikið sens fyrir mig að þetta bara svona giftist svolítið, þetta meldast, þessi svona aktivisma partur af mér og listaparturinn. Hann það var bara inevitable að þetta myndi koma saman. Tengi. Já, einmitt, og mér finnst þetta rosa spennandi og ég lít rosa mikið til aðra aktivista sem að gera list. Eins og Íslandi, þá erum við að tala eins og Möggur Margréti Rudadóttir, allt sem hún gerir rosa innblásið, sérstaklega eftir þennan fasa af þessu þjóðamorði. Listin hennar varð mjög pólitíska og mjög fallegan hátt. Þannig að ég lít til aðra listamanna og aðra listamanna á Íslandi oft til þess að svona fá að vita hvað í gangi að því að listafólk sér þessa hluti á öðruvísi hátt. Og tjáð á öðruvísi hátt, það öðruvísi að koma í viðtal og tala heldur en að skapa list einhvern hlut. Og mér finnst svo mikilvægt að sjá hlutina í gegn eitthvað eins og list, Ég átti spjalli við Þránd Þórarinsson einmitt einhvern tímann fyrir svolítið síðan og við vorum einmitt að ræða þetta og hann talaði mikilvægi þess að skrásetja hlutina í listinni og fyrir honum væru þessi hápólitísku málverk sem hann vinnur, þau væru hans svona tilraun til þess að sagan gleymdist ekki. Þið sammála, er það svona mjög svo, að því að við sjáum Absolutt, já. Við sjáum svo mikið svona, við sjáum fortíðina í gegnum gamla list, rosa oft, þá eitthvað málverk fundið, eitthvað svona fundið og þá það alltaf bútur úr sögunni sem var ekki í einhverju bók. Þannig að þetta ótrúlega mikilvægt, það sem Þrándur að tala að skrásetja, vá. Já, sérstaklega frá honum sem svo þekktur listamaður hér á Íslandi, þá finnst mér bara rosalega mikilvægt það sem að gera eins og öll verkin sem hengur upp á Gilligag magnað að sjá þetta á stað það sem kannski ekki klíentelið mest vinstri sinnað eða mest til stuðnings fyrir Palestínu en að hafa þetta þar líka bara í nútíman geggjað. List á líka að vera stuðandi. Þannig að það gott að hafa hann þar sem að það ekki endilega, klientelið hans. Akkurat, já. Mjög mikilvægt. Akkurat. Og list sem stuðar, Júlía, þú hefur þetta lent svolítið mikið í því að þín verk sem eru þessi veglistaverk sem að finnum á meðal nýri miðbæ fyrir frjálsa Palestínu. Þessi verk hafa svona ekki alveg verið látin í friði, það? Nei. Nei, en ég orðin rosalega góð í því að laga samt. Það ég veit ekki hversu oft ég hefur lagað því að fólk hefur skvett málinga og spreyjað og skrifa bara litla skilabóð hér og þar, alltaf að tala chai-te, ég veit ekki, þetta Ísraels æmisel-træ, eitthvað svona. Ég var svona, aftur mála yfir, taka limmiðar af. En þetta líka partur á því, ég bara heppin að búa nálægt og getur bræðist við hratt, þannig að þegar fólk að eyðileggja þetta, fá þetta ekki að standa lengi, Ég oftast bara alltaf að fá skilabóð, hörru, Júlía, það einhver mála yfir. Ég á leiðinni. Þú veist, bara mætti í gallanum. Það náttúrulega hellingsvinna að vera listamaður, en listamenn þurfa líka að lifa í samfélaginu og það sem að einhvern veginn svona gerir mörgum listamönnum mjög erfitt fyrir einmitt að geta ekki lifað á listinni einnig saman, þurfa að vera í vinnu, jafnvel tveimur til þess að halda heimili og bara eiga fyrir mat og hvernig finnið þið tíma til þess að sinna þessu hlutum? Ég svo heppin akkurat núna ekki hafa verið ráðin í vinnu sem ég er búin að sækja í mjög langan tíma. Veit ekki hvort að það hefur eitthvað að gera með minn svona public profile. Ég var einu sinni rekin fyrir skoðanir mína líka. Einmitt. Þannig ég
veit ekki, ég atvinnuleysisbótum núna, mér langar að fá mig vinnu, en að meðan ég ekki með vinnu þá finnst mér þetta rosalega góð tíma að nýta í eitthvað svona verkefni eins og Island to Island sem ég að gera núna, bara nýta tíman sem ég hefur. Einhvern tímann heyrði ég eitthvað segja að maður aldrei jafn upptekinn og þegar maður atvinnulaus. Nei. Oh my god, það svo satt. Já, það rétt. Já, og að því að maður svo duglegur að því að maður vill einhvern veginn ekki loka sig af og vera inni, þá fer maður að sinna alls konar svona hliðaverkefnum sem að maður myndi ekki gera annars, eins og fara í sjálfboðastarf og hingað og þangað og ég veit að ég þekki það bara í reynslu að það var einmitt brjálað að gera hjá mér og miklu meira einhvern veginn í svona félagslegu og svona samfélagslegum verkefnum sem að kannski segir okkur líka hvað við erum einhvern veginn föst og hvernig kerfið hannað í kringum okkur til þess að halda okkur í svona fjötrum þar sem við getum ekki verið að sinna samfélagslegum verkefnum og búa til samkennd og rækta samfélagið okkar. Þetta partur af hvernig það búið þetta samfélag til kannski smá. Já, einmitt, það þú veist, á Íslandi þá rosa mikið svona hark. Þú þarft að harka af þér, þú þarft bara að fá þér aukavinnu, þú þarft bara að þú veist, blá. Ég búið að vera í veikindaleyfi í svolítinn tíma því að ég með leiðileg krónísk veikindi og á þessum tíma ég náttúrulega að sinna, þú veist, bata líka sem þú veist, ógeðslega full vinna en það hefur definitely gefið mér að því þegar ég var í fullri vinnu þá var ég bara að bugast að reyna að gera eitthvað, þú veist, ég gerði rosa lítið list, ég gerði, þú veist, rosa lítið annað en að vinna því að maður svo bara þreyttur eftir vinnu og þú veist, maður nennir ekki að gera neitt, en í veikindaleyfinu mínu þá hef ég leyft mér að fara eins meira út í samfélagið, þú veist, og það rosa mikið, þú veist, það ekkert mikið talað við fólk á bótum bætur, þú veist, ég á endurhæfingarlífeyri og ég notaði þennan tíma til þess að passa upp á samfélagið mitt og mikið af fólki sem ég þekki sem í endurhæfingartímabili eða öryrkjar eða á atvinnuleysisbótum, þau að nota þennan tíma fyrir samfélagið sitt og mér finnst það svo fallegt og mér finnst það rosa inspiring og þú veist, ég hef alveg litið til þín og fundist það rosa fallegt að því þegar maður hefur tíma ég hugsa stundum svona the leisure classes þú veist, þegar við erum að tala stéttaskiptingar og svona the leisure class náttúrulega bara ríka fólki sem þarf ekki að vinna og mér líður stundum svolítið eins og ég sé svolítið svona að stela frá þeim þegar ég þú veist, að því nú ég in my leisure time að vera the working class leisure class og ég nota þann tíma ekki til þess að endilega hvíla mig heldur til þess að byggja upp samfélagið mitt og mér finnst það fallegt það byggir líka okkur upp það gerir það nefnilega þannig að við erum að stela leisure classinu af the leisure class ég fíla það rosa mikið proudly já, nákvæmlega, það svona subversion smá við hefum líka rætt svona þegar við hefum verið með svona listaspjall þá hefur verið talað svolítið svona listræn eða svona skapandi rými og svona svolítið skort á skapandi rýmum bara í miðbænum eða í höfuborginni eða hvar sem það í rauninni og svona mikilvægi þeirra finnið þið fyrir þessu það vantar eitthvað svona samastað fyrir fólk til þess að koma og skapa og gera eitthvað svoleiðis, ég veit ekki neitt þú veist, ég veit eitthvað sem í Hafnarfirðinum sem eitthvað Hafnarfjarðarbær að reka eitthvað svona sköpunarsetur mér finnst það rosa spennandi þar getur hver sem býr í Hafnarfirði komið og gert list og þau eru með alls konar svona hluti og það ókeypis as far as I know sem ógeðslega spennandi en það búið að vera að tala svolítið hvernig í Reykjavík ég veit að þannig Prikið, þannig gæðin sem á Prikið þannig að Jeffrey hann hefur verið að tala þú veist, tónlistasvæðin sem að hverfa líka, þú veist, póstdreifing bara hvarf, eða þú veist, húsnæði þeirra hvarf þú veist, að því að við þekkjum Reykjavík í póstdreifingu við hliðin á flugvellinum þetta fáránlegt þú veist, við þurfum þessi, þú veist, Ísland þetta sköpunarland, við erum þekkt fyrir þessa sköpun og það bara verið að taka þessi rými í burtu að því að óþægilegt, þú veist einhvern veginn
list hefur náttúrulega engin tilgang fyrir samfélaginu. Ekki nei. Nei, en það er oft sem að listafólki líður einmitt þannig, svona eins og það sé að gera eitthvað í svona tilgangsleysi vegna þess að það fær kannski ekki svona tilbaka frá þá yfirvöldum og kannski samfélaginu, það fær mikla þakki frá samfélaginu, nær samfélaginu sínu, en samt ekki nóg einhvern veginn stundum til þess að svona, blása mann í brjóst og láta mann halda meira áfram. Þetta verður stundum svolítið svona vonleysislegt. Já, ég alveg sammála. Það þú veist, ég hugsa mikið þetta, þú veist, núna út af umræðunni sem að, þú veist, öll þessi rými að hverfa. Og líka bara svona á sama tíma þá allt að kosta meira og við erum að sjá þriðju rýmin okkar, þú veist, og þetta partur af því. Þriðja rými svona sköpunarrými. Við erum að sjá þetta hverfa inn í bara eitthvað svona andlit fasismans og nútíma svona grátt. Þú veist, allar nýju byggingarnar í fucking Reykjavík sorry, má blóta. Já. Fucking hræðilegir. Já, nei, þetta allt grátt og þetta allt, þú veist, stál eitthvað ógeð. Þú veist, hvað að gerast? What's happening? Ég kann skýringu á þessu. Systir mín arkitekt. Og hún útskýrði fyrir mér einhvern tímann, ég var að tuða yfir nákvæmlega þessu litleysi og hún var að sýna með teikningar sem hún var með á borðinu og hún var einmitt að reyna að raða saman því sem hún hafði í höndunum og málið að klæðningarnar sem að fást hér á landi og eru keyptar inn af stærstu verktökunum, þær eru bara í 4 litum. Það ekki hægt að fá aðra. Það og það svona, og maður hugsa bara, vá, en þetta svo mikið ekki vandamál. Það hlýtur að vera eitthvað sem að framleiðir klæðningar utan á nýbyggingar. Það 100% fólk sem gerir bleika klæðningu einhvers staðar í heiminum. Samt, já, en það þú veist, en þetta þetta svona ástæðan fyrir því að mér arkitektar, þeir vita hvað til, þeir teikna upp teikningarnar, þú veist, samkvæmt því, og svo þetta bara byggt upp á verktökum sem að, þú veist, voru að spara, og þannig það, þú veist, þetta bara, þess vegna búum við bara í þessu kassalega þrílita umhverfi. Og það má ekki mála þessi klæðningar eða bara flagnir af. Já. Gott að vita. Já, af því að allt stál núna líka, þú veist. Já. Og svo það bara svona mjúkt undir og það bara mikla og, þú veist, ok, sorry, þetta annað vandamál, en þetta samt svona partur af þessu, að því að einmitt að þú veist, svona bara svona fegurðaskynni mann sér svo misboðið svo oft í dag í bara að labba borgarumhverfið. Það eru þetta til rosalega mikið af fegurð í Reykjavík og á höfuðborgarsvæðinu og bara á landinu öllu en hún svona það sem að en borgin þarf ekki að vera svona ljót. Nákvæmlega. Ég meina nákvæmlega. Sammála. En þá komið þið til sögunar. En það hefur oft verið talað svona eins og vegglist, eins og bara skemmdaverk. Þú ert ekki sammála því? Nei. Alls ekki. Oh my god, mér finnst listaverkin þín gera Reykjavíkur, þú veist, downtown svæðið miklu fallegra. Takk fyrir. Þú veist það bara Ég meina það mismunandi skoðanir þetta. Mestmagnið eru bara mjög jákvæð. Svo koma náttúrulega fólk sem segir þetta vandalisma en þá held ég að það sem meira tengt að skoðanir Palestínu yfir höfuð frekar en þeirra skoðanir vegglistaverk. Þannig að Já, ef þetta væri vegglistaverk sem væri solidarív í Ísrael þá væri vissulega fullt af fólki sem myndi elska það. Ef við myndum mála stórt portrett af Bjarna Ben myndi fullt af fólk elska það en við myndum alltaf aldrei gera það. Já, þú veist, það var hægt að vera með svona glimmerbás. Glimmerbás? Oh my god. Fjóruflunar. Kasta glimmer í Bjarna Ben mjúralið. Oh my god, þú verður að gera það. What the hell? Next project. Já, fullt af glimmeri. Já, þið. Þetta donata. Já, nú erum við bara komið með fjóruflunar fulla gang. En það sem svo fyndið þegar maður með eitthvað svona ræða við listafólk eitthvað svona, það koma alls konar hugmyndir og það eru alls konar svona sniðut sem kemur upp. Munið eftir einhverju svona sem að þið gerðuð kannski einhverju svona, þú veist, í góðri trú en kannski sá svolítið eftir því. List sem ég hef séð eftir? Já. Nei. Ok, þú veist. Ég held ekki. Ertu með eitthvað í huga? Nei. Oh my god, welcome to a critique of your work. Damn, it's an intervention, huh? Oh my god. Nei, sko, ég gerði verk sexwork aktivisma í nýlistasamninu
það var geggjað að fá plattform í nýlistasafni, ég elska nýlistasafni, en mér fannst verkið mitt ekki, þú veist, ég hefði viljað gera betri verk, skulum við segja. En ég ógeðslega stolt af því að ég var að sýna í nýlistasafninu. En ég horfi á það verk algjörlega og hugsa, þú veist, ég hefði geta gert þetta meira, þú veist, að því að listsköpun mín þegar það kemur að pólitík ógeðslega augljós. Þú veist, það augljóst, ég er að mata oft áhorfendan. Og stundum, þú veist, ég held að þetta hefur komið með aldrinum. Nú ég 34 ára og með aldrinum þá hugsa ég, þú veist, ok, en það miklu skemmtilega að láta fólk vinna fyrir skilningunni. Skilningin þarf ekki að vera, þú veist, fyrir framan þig. Þú getur þurft að skoða eins meira til þess að, og það list sem ég finnst rosa spennandi. Þannig að það búið að vera, þú veist, í staðinn fyrir að hugsa eitthvað svona, ég hati þetta verk, ég bara skammast mín eða eitthvað, I don't know, þú veist, þá ég meira að hugsa, ok, hvað get ég lært af þessu? Af því að það miklu jákvæðara og miklu uppbygginglegra, frekar en að bara svona rífa mann niður, af því það alveg, þú veist, það alveg nóg, þú veist, fólk sem að vill rífa mann niður einhvern veginn, og maður þarf að vera your number one fan, þú veist, þú þarft að vera pepparinn þinn, og þú veist, þetta hefur í rauninni bara peppað mig til þess að gera minni svona obvious list. Og það búið að vera ógeðslega gaman, ég búið að vera að vinna svolítið með það núna, undanfarnar mánuði. Já, veit ekki. Hvernig flétturðu að því að einmitt, svona bardaða kynlífsverka fólks, komið og rætt það hér áður og nú í vikunni var alþjóðlegur dagur kynlífsverkafólks. Það er einhvern veginn svona barátta sem einmitt líka mjög samofin list. Algjörlega, ég veit ekki neina kynlífsverkamannesku sem að ég hef kynnst sem ekki að skapa list. Við erum mjög listræn, það líka, þú veist, í kynlífsunni þá mjög oft talað að maður hefur þennan leisure time, maður hefur tíma, þú veist, sumir nota þann tíma til að sinna fjölskyldunum sinni, obviously, en aðrir nota þennan tíma til þess að skapa. Þú veist, það fullt af listrænu fólki sem hefur, þú veist, í rauninni notað kynlífsvinnu til þess að funda listsköpun sína. Þá erum við að tala eins og hvað heitir hún, Kathleen Hanna úr Riot Girl skvísan úr, oh my god, ég man ekki hljómsveitina, Bikini Kill. Hún var strippari og hún notaði það að vera strippari og strippara peningin sinn og allt svona til þess að fjármagna að geta gert, þú veist, fyrst spoken word og svo tónlist. Hún notaði þetta og mér finnst það magnað að geta notað þetta. Við erum að tala þú veist, það líka listakona sem heitir Marin Scarlett og svo Jackie, Jackie the Stripper og hún varð, þú veist, hún varður svo fræg fyrir listina sína en hún byrjaði í strippklúbnum og notaði stripperpeningin sinn til þess að geta gert list og til þess að svona accessa þennan heim sem að þú veist, þar sem þú getur lifað á listinni þinni. Þannig að það bara þekktur hlutir algjörlega. Listin, hún sprettur oft svona upp úr vjaðrinum. Það eitthvað svona, það brýst eitthvað út. Og þetta einmitt, að því að þú veist, þetta bara svona einform og tjáningu, þetta svona í staðin fyrir að fara út og öskra, að þú veist, setja eitthvað niður á blað, eitthvað svo leiðis. En þetta líka, þetta minnir mig á í rauninni, ég var að hugsa þetta í morgun því ég var að fara að koma hingað, þú veist, svart og brúnt kynlífsverkafólk sem þú veist, hinsegin í Bandaríkjunum rosa mikið, þú veist, það sem við leitum í fyrir okkar kultúr, þú veist, orð sem eru cool að nota, orð sem að, þú veist, fólk notar, föt sem fólk í stíllinn, þetta rosa mikið kynlífsverkafólk sem var grunnurinn sem að gera eitthvað svona öðruvísi nýtt skrítið
og það fer svo inn í mainstream heiminn út frá, þú veist, þá erum við að tala high fashion, þú veist, eitthvað svona New York Fashion Week dót, þú veist, þetta allt inspired af jaðrinum. Þú veist, allt sem að við sjáum sem bara svona flottasta og fínasta og dýrasta og geggjaðasta og þú veist, þú vilt vera séð í þessu eða þú vilt vera séð þarna. Þetta kemur frá kynlífsverkafólki. Þú veist, og mér finnst það svo cool þegar við tölum þessar rætur og frá hinsegin fólki. Þú veist, það ekki hægt að separata þessa hluti. Og mér finnst það svo skemmtilegt en mér finnst á sama tíma það svo leitt að því að við tölum svona getting your flowers, þú veist, að fá það sem þú átt skilið. Og það rosa mikið af kynlífsverkafólki og svört og brúnu fólki sem voru frumkvöðlar í kultúr sem að hafa aldrei fengið blómin sín, þú veist, og mér finnst það sárt. Það, þú veist, að því þá komum við meira inn í réttindin, inn í óþægindi, inn í, þú veist, hvað má og hvað má ekki og eitthvað svona. Þannig að þú veist, það má taka frá þeim en það má ekki lyfta þeim upp og segja sjáðu þau. Þú veist, og mér finnst það erfitt og flókið. Pönkið náttúrulega líka bara mjög þekkt, þú veist, listrænt andof og þannig að þetta í rauninni, þú veist, að því að stundum heyrir maður talað þú veist, list þarf ekki að vera pólitísk og ég meina, hún þarf það sjálf sér ekki en hérna, það engin, en hún það og yfirleitt svo list sem að verður að einhverju svona hreyfingu eða hreyfingar sem að verða stækkandi, þær eru yfirleitt mjög listrænar eða hafa einhverjum svona listrænar tengingar og það held ég að segja svona óumflýjanlegt einhvern veginn bara, þú vilt fólk til liðs við þig, þá verður eitthvað að vera svona sem grípur og ég held að það sem að einmitt eins og með Palestínuhreyfinguna þar hafi að mörguleiti verið erfitt einhvern veginn að tjá list út frá því þó að listafólk sé sannarlega vel og veg með ansi mörg verkefni og hafi gert margt vel. Það var einhvern veginn svona það hefur einhvern veginn svona ég veit ekki, kannski það hefur vantað eitthvað svona momentum eða eitthvað svona eitt rauðan þráð ekki sammála mér, kannski að því að það er svona það er svona losnaði svolítið svona allt svona utanumhald, það var mikill kraftur í byrjun, það voru þú veist, það voru hérna tögg og list og alls konar út allan bæ, en síðan einhvern veginn svona eins og þetta svona bara svona fjari út, já, því miður, það alveg satt. Já, við veitum eitthvað, hefur eitthvað spáðið í svona hvers vegna, þú veist, hvort að og hvernig hægt að blása lífið það aftur með listinni? Það kannski pínu það sem ég líka að reyna að gera ég halda áfram og vona að það kannski inspirar einhver til að líka halda áfram og gera meira og meira og meira og meira. Nú veit ég að allir geta ekki, það náttúrulega ekki hægt, fólk með vinnu en eins og þú segja, þetta var momentum þegar við byrjum hérna á Íslandi rosalega mikið fólki sem ennþá náttúrulega ekki hættur að styðja Palestínu en til miður kannski ekki heldur jafn mikið að gerast. Þú veist, við þurfum maður þarf svolítið svona að rækta samfélagið sitt náttúrulega. Já, og svo líka kannski út af því að það sem við erum búin að vera að gera með okkar mótmæli og alls konar svona hefur ekki skilað mikil árangri. Ég held að mesta árangri náttúrulega frá BDS movement kannski. Já. En sniðgöngur. Þar erum við að sjá í sniðgöngunni rosalega mikið, þeir að standa sig svo vel líka bara rosalega mikilvæg bara hit them where it hurts, the money en ég veit ekki, kannski kemur eitthvað með vorið líka, það náttúrulega rosalega erfitt að vera á Íslandi yfir veturinn, ég veit það sjálf þessi hugmynd kom núna því ég byrja að sjá smá dagspyrta aftur bara hvað get ég núna gert, þannig að kannski eitthvað svona momentum þar sem við þurfum bara að grípa fólk við réttan hástið það mjög góð pæling. Vá, ég hef ekki gert neina list, ég var að hugsa þetta núna, ég hef ekki gert neina list yfir hana dimmustu mánuðin okkar. Ég fyrir alltaf í hibernation. Já, vá. Yfir veturinn, held ég. Vá, ég hef aldrei pælt í þessu, þetta meikar ógeðslega mikið sens, en á sama tíma þá finnst mér þetta, þú veist, þetta ekki svona mér finnst þetta ekki vera kannski, ef við erum að tala eitthvað svona nógu gott excuse fyrir af hverju allir, þú veist, ég alveg disappointed. Já. Þú veist, ég að upplifa, mér finnst það erfitt að sjá
svona mögnunina. Stigmögnuna. Já, og þú veist, einmitt, og það hefur bara horfið. Það orðið svolítið svona staðnað og ég er alveg sammála leið og fréttinar hættu að tala með þetta eins mikið. Þá var eins og fólk, þú veist, það er eins og fólk var bara þreytt. Já, en líka það verður svona ákveðin þöggun, sem ég held ég systematísk. Og hérna, þú veist, af svona mainstreamsfjölmiðlum, af stjórnmálafólki, sem að voru bara orðin þreytt á þessari tilteknu hreyfingu og hérna, þetta er bara ein leið kúarans í rauninni, er auðvitað bara að þagga og ignora og ekki hérna... Já, svo líka falsfréttir, þú veist, við talum því að þessi svo kallaði ceasefire kom, þá fór rosalega mikið niður, hugsa ég, þú veist, að fólk var bara, ok, þetta er komið, nú þarf ég ekki að taka þátt í þetta lengur, kannski. En ég held að fólk meinar ekkert illa, en það er kannski bara erfitt líka að halda áfram til lengdar, þú veist, að við veitum að þetta með Palestínu þú veist, maður þarf að vera in it for the long run því að þetta er ekkert þetta er lifetime hlutur. Já, nei, klárlega ég held það, þú veist, þetta er eitthvað sem ég mun örugglega vinna með listrænt bara það sem eftir og þá vonandi ekki bara gegvart þjóðamorð heldur líka fyrir uppbyggingu Palestínu þegar, nú segi ég þegar því ég er mér svo mikið von, þegar Palestínu er aftur bara Palestínu þá mun þurfa ennþá stuðningur þú veist, það mun þurfa þú veist, list sem kannski snýðist við uppbyggingu koma, þú veist ekki bara hugsa tíman í dag Palestínu, heldur líka bara hvað við getum gert til framtíðar þegar Ísrael er ekki lengra til. Ég fór á mótmæli í gær fyrir svona gegn stuðningi Íslands við bandarísk yfirvöld í innrásastriðinu í Íran segi ég og hérna þar þá var ég svolítið að spá í sko einmitt hérna þessu list og andofi og hérna og fólk kannski pælir lítið í því en þarna var samankomin einhver ágætis hópur við utanríkisráðuneytið og fólk með skilti og það er með eitthvað svona gjörning og þetta er bara venjulegt fólk sem að kemur saman og hérna ákveður að bara því misboðið og þetta var ekki gríðarlegu fjöldi en þetta var samt alveg einhver hópur þarna margir þekktust innbyrði sem eitt bara frá Palestínu hreyfingunni, aðrir ekki það voru margir úr friðarhreyfingunni þarna líka og hérna og einhver svona stjórnmálafígurur sem stiltu sér fremst en það er bara eins og það er hérna það voru einhverjir voru með svona skólatöskur og það var þarna blóð einmitt, ég sá, þetta er listgjörningur og þetta er nefnilega listgjörningur ég held að kannski, þú veist, að því að fólk áttar sig ekki að því, það hugsa með sig kannski þú veist, ég er nú ekkert listræn ég er nú bara, hérna ég sá það frá, hún Þorðis Reyndis ljósmyndara, hún var að posta frá þessu í gær, já og ég hugsaði mig þetta svona, þú veist, og skiltin og skilabúðin og bara það eitthvað setja ykkur orð niður með tús og fara út með þau, það er pólitísk list í sjálf og sér. Það er ekkert erfitt heldur, þú veist, þarf ekkert mikið, það þarf ekkert alltaf að vera veglistaverk, það þarf, þú veist, lítil skildi gera rosalega mikið líka. Þegar ég var, ég vann fyrir Eflingu í korter, fyrir nokkrum árum. Í korter? Já, og ég vann fyrir Eflingu yfir oh my god, hvað heitir það á íslensku? Verkfallstímabil. Að ég var bara að hjálpa til og þar voru svona skiltið sem að fólk gætt gert, það voru svona 3 og eitt uppáhaldslistaverki mitt sem ég hef gert var þessi 3, þú veist, ég með svona 3 skilti og ég málaði með svartri málingu No War But Class War og þetta hengur upp á vegg hjá mér, ég tek þetta á mótmælið þegar viðjandi en þetta er listaverk, þú veist þetta er líka minning, ég horfi á þetta og hugsa verkfallin 2019 og hvað þau voru geggjuð, þú veist og þarna kemur inn kannski svolítið eins og Þrándur var að segja þú veist, með skrásetta söguna muna eftir þessu verkfalli þegar þú veist fólk sem var að þrífa þú veist, lagðinni og störf og við þurftum að fara og segja fólki, hei, þú mátt fara úr vinnunni
þú veist, þetta ákveðin gjörningur sem að þetta var, þú veist, þú mátt fara úr vinnunni og sum hótel voru búin að fá öryggisverði fyrir utan hjá sér svo að það yrði eitthvað svona óþægilega eða erfiðara fyrir verkfalls vörsluna að koma inn. Þetta var svo skrítið. Og við vorum bara eitthvað, þú veist, þú veist, komiði og það eru veitingar og það dagskrá og þú veist, við ætlum að mótmæla og bla bla. Og þá voru hótelin múin að gera hluti eins og öryggisvörð og allt í einu í fyrsta sinn ever þá var morgunmaður fyrir allt starfsfólkið og eitthvað svona til þess að reyna að tefja fyrir og ég var bara eitthvað, við býðum bara. Þetta er svona eitt af þessum tækjum, þetta er svona eins og þegar lögregla mætir á mótmæli. Og þegar lögregla mætir á mótmæli og sérstaklega ef hún mætir með svona ákveðið fyrirfram attitút, þá veit maður bara að mótmælin eiga eftir að leysast upp í óreiðu og rifrildi við lögregluna. Þeir koma þarna inn rosa oft af mínum mati til þess að hlutinir verða óþægilegir. Af því að, þú veist, það ekkert eitthvað þjóðþekkt á Íslandi að við séum að brjótast inn og brjóta rúður og, þú veist, þetta ekkert Nei, það meira svona eins og það sé verið að íta fólki þá áttina með þessu. Það er nákvæmlega staðan og mér finnst þetta rosa mikið svona sirkusstemming eða svona, hvað heitir það? Svona set-up dæmi. Þetta þú veist, ef að þeir geta eitthvað meginn íta undir okkur til að vera aggressív eða hvað sem við erum ekki, þá sýnir það kannski fram að þeir hefa eitthvað tilgang. Þeir eru kannski bara að reyna að sýna það að þeir hefi tilgang. Ég veit ekki hvort ég sé sammála, en lögreglan á Íslandi... Já, allavega, þú veist, við veltum náttúrulega lögreglunum mjög mikið fyrir mér og svona tilgangi hennar og þessar götulöggur sem þær eru ekki í neinum sérstöku verkefnum, heldur eru þær að leita sér verkefnum og þær eru að mínum mati bara mjög óþarfar. Ég get alveg sætt mig við að hér séu einhvers konar lögregluembætti sem sinnir brotum sem hafa nú þegar verið framin og rannsögn á þeim og maður ætti að setja bara einhvern veginn allt púður í það í staðan fyrir að vera með einhverjum svona agenta úti í samfélaginu sem að leita af glæpum og þú veist, það býr til mjög skrítin hvata ímyndaði mér að vera allt í einu í með eitthvað svona authoritet í einhverjum búning og agenda bara í að þú veist finna glæpi, uppræta glæpi, koma í veg fyrir þá. Þeir eru rosa mikið upp í Breiðholti. Bara svona keyra Einmitt, og þú veist, það er bara því að, já, einmitt, og ef við vitum alveg hversan það er. En það er kannski svona lokum að því að þú nefndir það síðan hinseginbartuna, það er dæmi svona óbúðslega listræna byltingu sem að heppnaðist svo vel og ég held að mörguleiti sé það vegna þess að það er svo mikið gleði í henni. Það er oft talað queer joy og það er eitthvað svona sem helst í hendur við og sko ég fundi það að því að stimpillin sem að svona flestar af þeim og allur aktivismi sem ég tekið þátt í gegnum tíðina sem þú veist fyrir flóta fólki eða Palestínu eða feminisma eða hvernig sem það að það er alltaf verið að saka mig að vera svo reiða. En hinsegin aktivistunum tókst einhvern veginn að snúa því upp í, og ég pæli mikið í þessu, mér finnst þetta nefnilega svona stórkostlegt afrek að það vilja allir verið í gleðigöngunni. Já. En þetta Þau eru samt bæði. Þau eru bæði reiðin og gleðin. Já, reiðin auðvitað hreyfingaraflið sko, en að spila, þú veist, en hún svo oft notuð gegn okkur. Það þú veist, ok, að mínum mati, þá þetta queer joy og þetta, þú veist, ég að hugsa Act Up New York, þú veist, sem að tóku, þú veist, byggu til huge smokk og settu það yfir hús einhver svona congressman á, þú veist, þegar AIDS tímabilið var bara, þú veist, þegar fólk var bara deyja og ekkert var að gerast þú veist, þetta queer joy þú veist, þú ert að búa til risastóran smokk og svo það að fara incognito og setja upp smokkin þú veist, nóttina þú veist, þetta nefnilega svo cool það svo mikið af þessu joy ég tengi þetta vissulega við kvótið frá Emma Goldman okkar allra bestu
þegar hún sagði eitthvað af, þú veist, hún sagði þetta miklu betur, en if I can't dance it's not my revolution. Og ég elska það svo mikið og ég nota þetta kall til þess að minna mig á þegar ég missi mig í sósunni, þú veist, aktivismannum, þegar ég missi mig í sósunni, að það, og mér líður eitt og þú veist, eins og allt sé vonlaust, þá hugsa ég þetta og þú veist, tengi mig við samfélagið mitt. Þú veist, allt samfélagið mitt náttúrulega hinsegin, en þú veist, ég tengist þá fólkinu mínu, að því að ef ég get ekki haft gaman, þá þetta ekki mín styrjöld, skilur ég styrjöld, þú veist, mitt revolution. Hvar geta hlustendur og áhorfendur fundið listin ykkar og verkefnin stutt þitt verkefni, Júlía? Þetta nýja verkefni islandtoislandproject.com. Þar getur þú líka fundið link inn að Carolina Fund síðuna og svo alltaf bara Júlía Maj Art á Instagram auðvitað. Yes. Þú getur líka stundum fundið mig við veggin að laga. Já, mjög oft. Einmitt, bara hanga við veggin. Hanga við veggin og eða túsa á hann. Nei, djók, ekki gera það. Og maður getur ekki túsa á veggin. Það kemur hún hlaupandi. Já, hún finnur mig. Já, þetta mig, ekki með síma, þú bara mála vegginu, ég mæti. Já, þú bara mætir hún að þessum. Oh my god. En þú heyrðu, ég @lognsins á Instagram. Ég notaði mitt líka Instagramið mitt rosa mikið svona til þess að propagandæsa fólk í rétt áttina. Júlía Maj Arilok, takk kærlega fyrir að koma inn og ræða listina og hér skulum við setja punkt í þátt kvöldsins. Ég bara bið ykkur vel að lifa og góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.